tónlistin og... Ég byrja ykkur velkomin hér í nafni Farsældar, Humanis lífsskoðunarfélag sem fagnar nú nýlega eins og afmæli og er orðið skráð lífsskoðunarfélag. En við hérna í ákomu svona saman þessi hópur sem við ætlar að hafa framsögurendi sem er áhuga hópur mannkostamenntun, character education og þar eru nokkur svona lykilorð eins og farsæld og stuðvit eða frónesis og við munum svona fjalla þau og það er skemmtilegt að vita að við erum hér hópur fólk sem hefur svona tekið talsvert til sín í menntun og í ritgerðum og greinaskrifum og við vonandi höldum áfram eftir þetta og sem hópur sem stefnir að því svona að vinna að framgangi og þróun mannkostamentunar á Íslandi. En lengra ætla ég ekki að hafa kynninguna. Við ætlum að hefja málþingið á upptöku frá hérna sem ég tókum upp í þeirra erindi sem Kristján Kristjánsson, prófessor flutti inn. Hann er náttúrulega vel þekktur á okkur öllum sem hefur komið nálægt mannkostamenntun og er frumkvöðull mikill og hefur starfað prófessor við Birmingham Háskóla, Jubilee Center for Virtues and Character Education og við bara gefum honum orðið. Komið blessuð og sæl og takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að hlusta á þetta stutta erindi farsæld og mannkosti. Þannig að ég hef verið beðinn að gefa ykkur smá yfirlit yfir það sem hefur verið að gerast í heimi fræðanna síðustu árin í sambandi við þessi tvö lykilhugtök í menntamála umræðunni. Og ég ætla þá að sýna ykkur nokkrar glærur og tala þær. Það er kannski rétt að benda ykkur fyrst á bók sem ég skrifaði 2020 hugtakið farsæld sem markmið menntunar. En það er svolítið fyndið að ég eiginlega get ekki mælt með því lengur að þið endilega lesið þessa bók eða kaupið hana því hún er þegar orðin úrelt eftir 5 ár. Það er svo margt sem hefur verið að gerast undanfarin 5 ár í þessum fræðum og í þessari bók þá varð ég ofta að búa mér til einhverja gagnrýnendur, svona strámenn sem ég var að rífast við vegna þess að það voru svo fáir að skrifa þetta á þeim tíma en nú hefur það gjörbreyst og þetta er að vera eitthvað vinsælasta umræðuefni í menntunarfræði tímaritum. Það er þetta farsældar hugtak af ástæðum sem ég útskýri fyrir ykkur á eftir. Ef þið viljið fá lesefni á íslensku sem tengir þessa umræðu svolítið við íslenska umræðuhefð og íslenskar aðstæður þá get ég mælt með grein sem ég skrifaði með Kolbrúnu Pálsdóttur og birtist í tímaritum uppeldi og menntun í fyrra farsæld sem markmið menntunar, ákall aðgerðir. Og ég ætla að tengja þessa umræðu farsæld við mannkostamenntun sem ég hef mikinn áhuga á og hvað er þá mannkostamenntun eða dygðakennsla eins og það er stundum kallað. Mannkostamenntun er hvert það form siðferðismenntunar sem einbeitir sér að þroska dygðar sem stöðugra skapgerðan hegða með það að markmiða að efla farsæld fólks og sem byggist á einhverri tegund dygðafræða sem kallar á ensku virtue ethics. Til dæmis dygðafræði á Aristótelesar en það eru til alls kyns önnur dygðafræði líka. Nú mannkostamenntun er víðast hvar í heiminum ekki sér grein í stundatöflunni. Það eru vísu lönd eins og Indónesía sem eru með þetta inni í töflunni en víðast hvar er mannkostamenntun fléttuð inn í einhverjar aðra greinar eins og lífsleikni eða félags- og tilfinningarnám eða bara hreinlega inn í hefðbundnar kennslugreinar eins og bókmenntakennslu eða listakennslu. Í Bretlandi til dæmis þá eru mannkostir og dygðir eitt af 5 gildum sem skólum er uppálagt að leggja áherslu á og flétta það bara inn í almennt nám. Nú á Íslandi þá var mikið talað dygðir og mannkosti í gömlu námskránni fyrir lífsleikni frá því aldamótin en
eins og við vitum þá hefur náttúrulega lífsleikni ekki kannski náð sér mikið á strik á Íslandi og var aldrei svo öfluga grein sem hún átti að verða. Og því miður á ég bara þessa glæra á ensku, en þetta svona flokkar dygða eða mannkosta og þeim oft skipt í 4 flokka. Siðferðisdygðir eins og hreinskilni, góðvild, til dæmis vitsmunadygðir eins og gagnrýnin hugsun, hagnýt skynsemi, borgaradygðir eða civic virtues eins og félagslegt réttlæti og svo svona framkvæmda dygðir eða framkvæmda hæfileikar eins og þrautseigja og segla. Og ef við lítum á þessa 4 flokka mannkosta eða dygða sem hljóðfæra flokka í stórri sinfóníu hljómsveit, þá oft gert ráð fyrir því að auk hinna einstöku hljóðfæra og hljóðfæra leikara þá þurfum við líka einhver hljómsveitarstjóra til að skera úr til dæmis ef árekstur á milli 2 dygða, til dæmis ef hreinskilni eða heiðarleiki stangast á í góðvild og samúðarkennd, þá þurfum við einhvern úrskurðarvald, einhvern hljómsveitarstjóra sem stendur þá á palli fyrir ofan hljómsveitina og svona horfir á þetta ofanfrá, svona metadygð, einhvers konar yfirdygð. En það mjög mikilvægt að þið gerir einhver grein fyrir því að þegar talað dygðir og mannkosti sem eitt af gildum skólastarfs, þá náttúrulega verður að réttlæta dygðir og mannkosti út frá því að hve miklu leyti það stuðla að farsæld. Þannig að farsæld þrátt fyrir allt grundvallar hugtakið í allri mannkosta og dygðakennslu. Við réttlætum dygðir og mannkosti út frá farsæld, við réttlætum ekki farsæld út frá því hversu mikið hún stuðlar að dygðum og mannkostum. Þetta mikilvægur punktur. Í öllum dygðafræðum farsældar hugtaki lykilhugtak. Það svona hinn ógrundvallaði grunnur alls. Og hér mjög sorgleg glæra sem að sýnir sjálfsmat íslenskra 15 ára unglinga í síðustu PISA-könnun á því hvaða dygðir og mannkosti þeir hafi tileinkað sér. Þetta alltaf sjálfsmat, þannig að þetta ekki svona hlutlæga niðurstöður sem verður að mæla hlutina utanfrá með einhvers konar athugun, heldur bara þetta mat nemendanna sjálfra. En náttúrulega í svona sjálfsmati þá nú venjan svo að fólk metur sig frekar jákvæðara heldur en staðreyndin heldur en neikvætt, þannig að við getum gert ráð fyrir því að þessar niðurstöður séu nú allavega ekki of jákvæðar, séu ekki of neikvæðar. En við sjáum þarna sem sagt hvað nemendurnir meta sig hátt í svona framkvæmda dygðum eins og þrautseigju og streituþoli og tilfinningastjórnun, en mjög lágt í bæði vitsmuna og siðferðisdygðum. Þetta miklu lægra heldur en í flestum öðrum löndum í PISA, hvað nemendur meta sig lágt í forvitni og svo samkennd og samvinnu. Þannig að mér finnst að mörgu leyti þetta vera ennþá sorglegri niðurstaða heldur en niðurstaðan í sambandi við læsi og náttúrufræði og starffræði kunnáttu sem oft talað hvað nemendur á Íslandi virðast einhvern veginn hafa lítið álit á sjálfum sér sem siðferðis- og vitsmunaverum. Farsæld skyndilega orðið mjög vinsælt hugtak í menntunarfræðum eins og segi síðustu 4-5 árin. Það var að vísu tala mikið farsæld svona innan menntaheimspeki geirans löngu fyrr, en það var mjög þröngur hópur sem var að ræða þetta. Til dæmis í Bandaríkjunum var Harry Brickhouse, hann skrifaði fyrir löngu bókum farsæld sem höfuðmarkmið menntunar. John White í Bretlandi talaði skóla sem gróðurhús mannlegrar farsældar, og Dorothy Ruyter sem í Hollandi skrifaði að foreldrar allan heim vildu að börn þeirra lifðu farsælu lífi. Þannig að þetta ekki alveg nýtt, en það nýtt að þetta sé orðið svona vinsælt í almennri umræðu menntapólitík. Og það sem að gerðist var nákvæmlega það að OECD, sem kannski áhrifamesti stefnumótunaraðilinn í heiminum í menntageranum, ákvað að víkja til hliðar kenningunni sem hefur verið ríkjandi hjá OECD síðan 1980, sem svokölluð mannauðskenning. Samkvæmt mannauðskenningunni þá höfuðmarkmið menntunar efnahagsleg velsæld eða öryggi einstaklinga og aukin
aukin þjóðarframleiðsla og þjóðartekjur hjá löndum eða svæðum. Þannig að þetta er svona efnahagsleg og nytjastefnu markmið. En OECD tók skyndilega þá ákvörðun fyrir 2-3 árum að víkja þessu til hliðar og taka upp aðra kenningu, og þeir ákváðu að taka upp einhvers konar farsældarkenningu menntun sem að fyrir nokkrum vikum var samþykkt sem ný stefnumótun fyrir OECD og kemur væntanlega til með að endurspeglast þá í næstu PISA-könnun með einhvers konar könnun eða mati. Og það merkilega er að löndin sem að þrýstu á OECD að breyta mannauðskenningunni eða leggja mannauðskenninguna til hliðar eru löndin sem að oftast skora hæst í PISA, eins og Singapúr, Tævan, Finnland, Eistland, Hong Kong. Og rökin frá þeim voru þau að þau sögðu það er þetta voða skemmtilegt að við skorum alltaf svona hátt í PISA á hverjum á 3 ára fresti, en þetta endurspeglar ekki ástandi í skólakerfum okkar, þar sem er mikil óánægja hjá nemendum, mikil depurð og þunglyndi, kvíði og jafnvel sjálfsvígstíðni býsna há. Þannig að þau sögðu að við verðum að leggja mannauðskenninguna til hliðar og taka upp einhvern annan mat á árangri skólastarfs. Nú, UNESCO var búin að skrifa reyndar þetta mjög lengi áður. UNESCO hefur alltaf verið svona miklu mildari í skólamálapólitíksinni heldur en hinn stefnumótunaraðilinn, það er að segja OECD, og hérna er skýrsla frá UNESCO frá 2022 til dæmis. En það er ekki fyrir eiginlega eftir það sem að OECD breytir stefnu og er núna farið að sigla mikið í sömu átt eins og UNESCO. Við sjáum þarna skýrslu frá Michael Stevenson sem vinnur fyrir OECD, sem heitir bara menntun í anda eða til að stefna að mannlegri farsæld. Nú, OECD bað mig að vera ráðgjafi fyrir þau til þess að skilgreina hugtakið farsæld og reyna að orða það á þann hátt sem að myndi skapa samstöðu allan heim, vegna þess að OECD hefur eiginlega sömu reglu eins og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna að það er svona neitunarvald, þannig að eitt eða 2 lönd geta bara neitað því að taka upp einhverja breytingu, og þá verður hún ekki gerð að stefnu OECD. Þannig að það var mjög mikilvægt fyrir þá að finna einhvers konar sáttaleið, einhverja skilgreiningu sem að sátt yrði Og ég benti þeim strax á að það væri ekki mjög auðvelt, vegna þess að ef við lítum bara á Vesturlönd, þá eru minnst 4 ólíkar kenningar á lofti hvað farsæld er, og allar eru að hafa kosti og galla. Og ég geti hálftíma, klukkutíma bara í að fara yfir þessa glæru, þannig ég ætla að fara í staðinn, við verðum bara mjög hratt. Þetta bara svona gefur ykkur sýn á hversu ólíkar þessar kenningar eru á mörgu leyti og hvað er að hafa ólíka kosti og galla. Og ég reyndi síðan fyrir OECD að finna einhvers konar samþættingu, reyna að pikka út þá þættir sem voru samt sem áður sameiginlegir. Elsta hugmyndin farsæld kemur frá Aristótelesi, hann er mjög sterkur í sambandi við siðferðileg viðmið farsældar, samfélagsleg viðmið til dæmis, en hann fjallar ekkert svona einstaklingsbundin markmið eða tilgang með lífinu. Hann hefur til dæmis ekki skilið Gretu Thunberg þegar hún segir að hún hafi bara eitt markmið með lífinu sem er náttúruvernd. Hann var alltaf að falla miklu víðara svið, og það er ekkert heldur hjá Aristóteles andlegar upplifanir, svo sem lotningu eða uppljóman. Hann var mjög jarðbundinn, hugsuður. Nú, frjálslyndiskenningarnar frá 18. öld og síðan þá eru mjög sterkar í því sem Aristóteles er kannski frekar veikur í, það er að segja ræða sjálfráða virkni, einstaklingsbundin markmið, sjálfræði einstaklinga, en fjalla mjög lítið svona sammannlega mannkosti og dygðir. Frjálslyndiskenningarnar gera ekki ráð fyrir því að það sé mikil samsvörun milli mannkosta og dygða í ólíkum samfélögum endilega. Og svo í sálfræði, sjálfsákvörðunarkenningin, self-determination theory, mjög sterk í sambandi við sálrænar þarfir okkar til að lifa farsælu lífi, þörf fyrir sjálfræði, hæfni fyrir samskipti við annað fólk, en fjalla mjög lítið mannin sem skynsemisveru eða vitsmunaveru og þörf okkar fyrir að rækta skynsemi okkar. Og svo jákvæða menntunin sem er bara menntunarfræðileg hlið jákvæða sálfræði. Ef þið kannist eitthvað við hana þá þekkið þið kannski PERMA-líkanið.
og samkvæmt permalíkaninu þá mikil áhersla á andlegar og fagurfræðilegar upplifanir, lotningu og uppljómun og líka merkingu. Það er að segja positive emotion og meaning úr permalíkaninu. En það mjög lítið svona þau verðmæti sem að liggja þessari hugsjón til grundvallar, hvaðan þau koma, og það engin yfirdygð í jákvæðri sálfræði eða jákvæðri menntun sem að sker úr dygða árekstra. Það er engin hljómsveitarstjóri, það er bara lögð áhersla á að rækta það sem að þeir kalla 24 mismunandi mannkosti, en ekki hvað gerist ef er árekstur á milli þeirra. Nú, ég reyndi þarna í bókinni frá 2020 að setja fram mjög flókna kenningu hvernig hægt væri að skilgreina farsæld heimspekilega með því að reyna að draga saman þætti úr þessum 4 vestrænu kenningum. Ég ætla ekki einu sinni að reyna að lesa þetta upp, þetta bara sýnir ykkur hvað þetta er flókið. Það verður að hafa mjög margar breytur með og ég reyndi svo að skilgreina í bókinni hverja einstaka breytu, hvað hún geti merkt og hvað hún myndi þýða í skólastofunni. Og ég hef ekki tóm til að útskýra þetta allt saman hér heimspekilega, en þið verðið að lesa bókina ef ykkur finnst hún ekki bara orðin og gömul, eins og ég sagði áðan. En eins og segi, ég reyndi þarna að finna einhverja sátt milli þessara fjögurra vestrænna hugmynda farsæld. En svo sagði OECD við mig á eftir, þetta er reyndar mjög mikilvægt að þú gerir það, en þú verður líka að taka til greina austrænar hugmyndir og hugmyndir frá Afríku, til dæmis eins og búddisman og konfúsíanisman frá Asíu og Ubuntu heimspekina frá Afríku, þannig að þeir gáfu mér mjög erfitt verkefni að sinna, en ég reyndi svo líka í skýrslunni sem ég skrifaði fyrir OECD að taka tillit til austrænu hugmyndina líka, þannig að þetta var mjög flókin kenning á endanum með mjög margar breytur. En náttúrulega OECD vill hafa hlutina einfalda og ég hugsa að í næstu PISA-könnun þá muni þeir væntanlega nota mælitæki frá Harvard sem er mælitæki van der Wiele, og það er mjög í svipuðum anda eins og þessi sáttakenning mín úr bókinni og skýrslunni sem ég skrifaði fyrir OECD, en náttúrulega miklu einfaldara. Hann reynir að bara flokka farsælnir í 6 þætti sem hægt svo að meta hvern og einn með einföldum spurningum. Hamingju og sátt við lífið, heilsa, andleg og líkamleg merking og tilgangur með námi og lífi, manngerð eða karakter og dygðir og náin félagsleg sambönd, og líka 7. þátturinn er svo félagslegt og efnahagslegt öryggi, þannig að það er ekki alveg lagt til hliðar þessi efnahagslegu markmið eru líka tekin með. Og þið getið lesið betur þetta mælitæki hans þarna í greininni sem er nefnd, eða bara ef þið googlið bara Harvard Flourishing Program og instrument, þá getið þið séð nákvæmlega hvernig þetta hefur verið mælt. Og kannski hafa sumir séð frétt í blöðum fyrir nokkrum vikum, þar sem var verið að birta niðurstöður úr fyrstu stóru alþjóðlegu skýrslunni farsæld, sem þetta mælitæki var notað með 230.000 svarendur allan heim, held ég 22 eða 23 löndum. Og það var mjög merkilegt hvað kom út úr því, nefnilega að landið sem skoraði hæst fyrir farsæld þegar þessi 6 þættir voru lagðir saman var Indónesía. Mjög ólíkt til dæmis sem hefur komið út í rannsóknum Gallup, eins og við þekkjum á það sem þeir kalla hamingju, sem mælir bara sátt okkar við lífið og ekkert annað. Það náttúrulega vitum við að Finnland og Danmörk og stundum Ísland eru alltaf mjög ofarlega á blaði, en Indónesía skora hvergi hátt á þeim í Gallup, en þegar mælt þessi almenna farsæld, sem að teki líka tillit til mannkostana og dygðanna og merkingar og tilgangs með lífinu, þá kemur allt annað út í niðurstöðunum. Nú, ákall mitt til ykkar er að þetta farsæld var mjög lítið rætt hugtak í menntageranum þar til nýlega, eiginlega ekki fyrr en eftir 2020. Mestu leyti bundið við heimspeki og jákvæða sálfræði, en nú eru fleiri og fleiri menntahugsuðir að slást í hópinn. Nú saga menntahugsunar er því miður saga tískubóla sem að spretta upp og hjaðna mjög fljótt. Við þekkjum síðustu áratuga, sjálfsáli, trú á eigin getu, tilfinningagreind, grósku hugafar, mannkosta menntun, lífsleikni, allt mögulegt hefur komið upp en einhvern veginn ekki náð fótfestu.
Það ýmislegt sem lofar góðu við þessa nýju umræðu hefðum farsældina en það eru líka mörg vandamál. Til að koma farsældarmenntun á legg þarf að orða hana á þann hátt sem að foreldrar og kennarar skilja og geta tileinka sér. En ekki síður með orðaforða sem embættis og stjórnmálamenn geta slegið eign sinni á og innleitt í stefnumótunar orðræðuna. Og það svolítið skemmtilegt að þegar ég talaði við fyrrverandi menntamálaráðherra fyrir 2 árum þessa nýju bylgju, þessa farsældarbilgju, þá sagði hann, já, við erum langt á undan samtíð okkar hér á Íslandi vegna þess að við settum í gegn farsældarlög þegar fyrir 3-4 árum. Það er reyndar rétt að það eru til mjög fræg farsældarlög á Íslandi sem Ásmundur stóð fyrir á sínum tíma en þegar við skoðum þau lög þá náttúrulega kemur í ljós að þau eru ekki nákvæmlega að nota hugtakið farsæld í sömu merkingu eins og ég hef verið að nota það hér. Að farsæld í íslensku löggjöfinni er eiginlega beinist eingöngu að nemendur sem eiga undir högg að sækja í lífinu og hvernig hægt er að svona sameina þau úrræði sem eru fyrir hendi fyrir þann hóp. En náttúrulega það sem OECD á við farsæld er markmið fyrir alla nemendur í öllum skólum allan heim. Þannig að spurningin hafið þið áhuga á þessu markmiði, farsældarmarkmiði fyrir skóla og nemendur og viljið þið hjálpa til? Takk ykkur fyrir. Ég vil taka fram aftur að þessi upptaka svona 1 árs gömul, þannig að tímasetningarnar sem hann var að tala skýrslur og svona annað, það þá orðið eða var þá það sem var nokkra vikna gamalt var þá í fyrra og en ég tók eftir einu með leyfðu mér aðeins að segja, hann tala sjálf eins og bókin hans gæti verið úrelt og eitthvað svona. Hann var að senda til mig grein bara fyrir 3 dögum þar sem talað mikið skilgreininguna á Frjónesses siðvitinu og hann talaði þar áðan í þessum fyrirlestri að siðviti væri svona eins og hljómsveitarstjórinn í hljómsveitinni. En nú það búið að gera svona empírískar rannsóknir miklar og nú búið að kortleggja og athuga tengsl og nú hefur hann og samstarfsmennir hafa horfið frá þessari stjórnanda hugmynd að það eru meira svona komið fram svona 10 samhangandi þættir, svona samþættir eiginleikar og þeir svona starfa saman og eru samþættir en ekki og svona þessi samþætting Frjónesses en ekki einhver svona einn stjórnandi. Lengra ætla ég ekki að hafa það og ég vil bjóða hér þá næst á dagskrá. Það Kolbrún okkar Pálsdóttir sem hjálpa okkur að hýsa þetta hér, forseti menntavísindasviðs. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, komið sæl og bara ánægilegt að fá að vera með ykkur í dag, bara mikill heiður að fá að taka til máls og eftir Kristjáni Kristjánssoni, heimspeking, sem svona eins og Svanur hefur komið inn á og við mörg stefnum sem hér hefur svona leitt svolítið þessa umræðu og uppbyggingu á þekkingu á mannkostamenntun og mótað hann og þróað og ég svona kannski komin til þess að tengja þetta svolítið við menntakerfið og menntamálin. Ég eins og kom fram skrifaði grein með Kristjáni sem við birtum 2024, farsæld sem markmið menntunar, ákall aðgerðir og það svolítið það sem við sem störfum í menntakerfinu og ég er bæði rannsakandi á þessu sviði en líka hef starfað hér sem forseti menntasviðs og síðustu 8 árin og þá hef ég fengið mjög spennandi tækifæri til að kynnast því hvernig svona stjórnvöld og stjórnsýsla og samskipti við þessi alþjóðastofnanir eins og OECD, hvernig þetta bara raunverulega, hvað að gerast á þessu vettvangi, hvernig svona mótun menntastefnu á sér stað ekki í einhverju einrúmi heldur einmitt í svona miklu samspili og við hér á Íslandi erum auðvitað bara ekki eyland, við verðum fyrir mótun og áhrifum öllum þessum straumum og stefnum en bæði jákvæðum og neikvæðum. Við náttúrulega líka þekkjum það hvað hefur verið talað svona markaðshyggja að taka yfir menntakerfið eins og kannski mörg önnur svið samfélagsins og áherslan á svona raunverulegt markmið menntunar og sem að farsældarkenningu menntun og
og vannkostamenntun fellur vel að. En ég sést aðeins að slá tóninu, ég að setja þetta kannski aðeins og fengið hér svona til að tengja þetta kannski svolítið við menntamálin og menntakerfið og eins og þess að ég hef bæði verið að rannsaka hitt og þetta en einnig verið svolítið svona með í þessari, fengið tækifæri til að fylgjast með hvernig kaupin gerast á eyrinni og bara ef við veltum fyrir okkur PISA þá til dæmis er þetta ótrúlega merkileg svona stærsta alþjóðlega könnunin á bara stöðu og menntunar og menntakerfum landsins en svo miklu meira heldur en bara að mæla bóklega námsárangur. Heldur eru þarna alveg gríðarlega áhugaverðar upplýsingar viðhorf nemenda til margra þátta í skólastarfinu, tengsla við samvinnugur og kennara og upplifun þeirra af svo mörgum þáttum. Og eitt sem að ég hef verið mjög eins og fleiri upptökin af bara hver ber ábyrgð á því að tryggja og vinna að farsæld barna og ungmenna í samfélaginu og hvernig gerist þetta innan menntakerfisins, hverjir eru þarna bera ábyrgðina, hverjir eru leikendur, hverjir koma að og sem líka rannsakandi og manneski sem starfaði lengi semst á vettvangi frístundastarfs, skólafrístundastarfs, þá kynntist ég því vel að sko, eitt er það sem gerist inn í skólastofunni og gríðarlega mikilvægt og svo er það allt hitt sem gerist í frímínútum og skólagöngunum og heima og í tómstundunum. Það er ansi mikil mannkostamenntun sem á sér þar stað þó að hún sé meira óformleg. Og ég gagnrýndi Kristján og félagans svolítið þegar þeir gáfu út fyrstu bókina með þeim fyrstu fyrir nokkrum árum mannkostamenntun Character Education in Schools hvað þau voru rosalega fókuseraðir bara að skoða hvað gerist í skipulegri kennslu en ekki bara hvernig börn og ungmenni mótast og þroskast sem einstaklingar á víðtækari hátt. En það sem er náttúrulega gríðarlega áhugavert er þessi nýja stefna sem að Kristján var að segja okkur frá og OECD hefur mótað svona ákveðið svona, ég veit ekki hvað ég kallaði, hvort það er minnisblaðið að stefna farsæld sem markmið menntunar sem að Kristján tók þátt í að móta með þeim. Mér minnir að það hefði komið út formlega 2024 eða 2005, ég man það ekki alveg, en þetta er bara mjög áhugavert skjal og plagg. En svona til að setja í samhengi þá er mér mikilvægt að sko OECD eins og eiginlega allar svona lykilstofnanir og rannsóknarnir og fræðimenn. Við vitum náttúrulega að menntakerfinu er ætlað að hlúa að heildstæðum þroska og hæfni einstaklinga. Það kemur voða skýrt fram í bara markmiðum laga grunnskóla og leikskóla og framhaldsskóla að þeim er ætlað að hlúa að alhliða þroska nemenda og OECD fyrir bara nokkuð mörgum árum fór í gríðarlega mikla svona vinnu við það að skoða hver er þessi hæfni til framtíðar, hvað er það sem við viljum að börn og ungmenni nemendur komi út úr skólakerfi, við viljum að fólk náttúrulega sé bara tilbúið að takast á við verkefni lífsins og taka þátt í samfélaginu og líka móta sín eigin persónulega farfi og þau gáfu út svona sem við kalla competence framework og svona ákveðið svona kompass sem það ekki áttavita fyrir það sem er bara rosalega flott þarna verið að tala gagnrýna hugsun, sköpun samvinnuhæfni lausna að geta unnið með fólki að lausnum ólíkra vandamál og verkefna og allt því og svo kemur svo hafa þeim lagt mikla áherslu á félags- og tilfinningahæfni, það eru mörg verkefni, margar rannsóknir í gangi þar að lútandi og svo er þessi farsældar stefna sem þeir hafa sett og Kristján virtist vera mjög vongóður eða tala það, hann hefði þá trúa að það hefði eitthvað áhrif á PISA. Nú er PISA að fara að koma í haust, niðurstöðurnar, þær eru liggja fyrir og öll löndin er að vinna að því að greina niðurstöður fyrir sitt land og setja það í samhengi við önnur lönd. Þetta er svona eins og þið þekkið, þetta er svona Eurovision menntakerfa, hverjir skora hæst. En það væri rosalega áhugavert ef við settum kannski, það væri horft á, líðan, samvinnuhæfni eða annað. Líka og aðra þætti. En það er eitt af því sem við komumst líka að í greinin okkar sem við skrifum saman sem eru þetta bara og var hugsað og ég held að öll samfélag og við erum í þeirri vegferð að reyna að skilgreina og ná betur utan þetta. Farsæld er svo loðið hugtak og eins og Kristján segir
farsældarlögin sem voru sett á Íslandi 2021 sem eru reyndar mjög merkilega að mínu mati og þau gefa ýmist tækifæri til svona breiðari nálgunar í skólakerfinu. Þau voru mótuð í velferðarráðuneytinu og á sama tíma var verið að móta nýja menntastefnu í menntamálaráðuneytinu. Svo gerist það bara að Ásmundur Einar gerist menntamálaráðherra og þá tekur hann þessar áherslur með sér inn í menntamálin sem bara af hinu besta en enga síður sko er ákveðin áskorun og það er ákveðin mótsagnir í gangi. Það er togstreita og það eru mótsagnir vegna þess að við erum með þessar fallegu og öflugu stefnur og við erum með þessa þekkingu, við erum með þessa innsýn en svo svona þegar við horfum kannski á bara kerfið í heild sinni og hvað raunverulega er að gerast innan skólan okkar eða í lífi barnanna og ungmenna þá er það kannski ekki alveg þessi háleitu markmið þau raungerast ekki alveg öll þó að sé ótrúlega margt jákvætt í gangi. Og ég hef líka svolítið áhyggjur af því að við séum svolítið að láta svona alþjóðlega stofnun eins og OECD hafa öll þessi mótandi áhrif að stýra því hvað skiptir máli fyrir íslenskt samfélag og það er svolítið áhugavert vegna þess að það er ekkert nýtt að OECD þau eru búin að byggja upp þau eru gríðarleg ítök á þeim þjóðum sem eru innan OECD en ég fann fyrir nokkru síðan svona gamla skýrslu frá 1980 eitthvað. Þá höfðu Íslensk menntamálaráðuneyti hafði fengið sem sagt ráðgjöf frá OECD til að skrafs og ráðgerða og þetta hafði verið tekið saman í einhver minnispunktar sem þau eru gefið út og ég fann þetta inn á einhverjum gömlum möppum inn á skrifstofunum minni og það var svo áhugavert að OECD ráðgjafarnir lögðu áherslu á það sem mjög mikilvægt að íslensk stjórnvöld og þau sem leiða uppbyggingu menntamála taki mið af þörfum samfélagsins og þeim brýnu verkefnum sem þar eru við svona ákvarðanatöku. Þannig að ég held að það ættu kannski aðeins að taka þann þráðu oftar sko. Og svo auðvitað þekkjum við heimsmarkmiðin og þau náttúrulega falla vel að þessu. En þessi nýjasta menntastefna sem var sett 2021 á sama tíma, hún var unnin í mjög náinni samvinnu. Hún var unnin í það náinni samvinnu að eiginlega besta heimildin hana er skýrsla sem að OECD skrifaði. Sem er náttúrulega mjög áhugavert. En svona, og það eru mjög mikil átök núna í umræðu íslenskt menntakerfi og það eru margar áskoranir, það er sannarlega margt sem að þarf að huga að og eitt sem ég held að við bæði farsældarkenningin og sem ég held að við bara verðum að horfa á að bara skólakerfi gegnir fjölþættum hlutverkum og það er ekki þannig að maður velji eitt fram yfir annað. Það er bara þannig að við viljum auðvitað tryggja öll nái árangri, öll öðlist grunnhæfni og til að taka þátt í samfélaginu, gangi vel í námi. Við viljum að fólk þroskist sem einstaklingar og við erum að rekja rækt heilstæða þroska og síðan er það bara þessi almenna velferð og ég kannski já, þú nefndir að farsældarlaun hefur fyrst og fremst, eða hann nefndi að farsældarlaun hefur fyrst og fremst miðast að því að koma að styðja við börn sem standa höllum fæti og það er örugglega hluta til rétt af því þau eru mótuð í velferðarráðuneytinu en þau eru samt í dag og eins og þau eru notuð og túlkuð, þeim er ætlað að vera líka svona mótandi á bara alla umgjörð skólastarfs og frístundastarfs, þar að segja það sem við kallum svona fyrsta stigs það er notuð þessi þess öll börn eiga að njóta farsældar og við erum að reyna að koma veg fyrir að þau þurfi á sérstakri aðstoð að halda. Og þannig að ef ég set þetta, já, það er svo sem ekki að fara á dýptina, en mannkostamenntunin augljóslega er svo mikilvægt, hvað sem við köllum hana. Það er ekkert öllum tamt að nota hugtaki mannkostamenntun, þó að ég veit að svona fræðilega séð er það hugtaki sem að þið mörg hér notið. Já. Og þetta er ótrúlega flókið en spennandi verkefni og hér þurfa ofsalega margir að koma að. Og eins og ég sagði áðan, ég var svolítið gagnrýnin á það að nálgast mannkostamenntun á þann hátt að því sé best farið þannig að hún sé skipulögð sem sagt með markvissri kennslu. Ég held að það sé bara mjög gott líka. Ég sannarlega hefði viljað sjá lífsleikni
blómstra sem námsgrein eða vannkostamenntun sem ég veit að Ingimar og fleiri hafa verið að móta og þróa sem bara kennsluaðferð og sem fag í raun og veru inn í skólastarfi. En ég held að við þurfum líka að líta það heildstæðar. Við þurfum að huga því sérstaklega í grunnskólanum þar sem að börn eyða vaxandi tíma og stunda líka sækja frístundaheimili, sækja félagsmiðstöðvar, eru í öðrum tómstundum og þar bara mjög mikilvægt starfsmannahópur sem kemur einmitt að því að móta þessi, þarna sem tækifæri. Þarna eru börn að taka þátt algjörlega á sínum forsendum eða eiga að vera að gera það. Við viljum að þau séu að njóta, þau eru já, þannig að það er það sem ég hef kannski líka mikið verið að skrifa og fjalla það, sko. Og já, það er þetta að horfa ekki á þessar ólíku leiðir sem börn læra. Þannig að formlegt nám auðvitað eitt og mjög mikilvægt, en svo það þetta hálfformlega nám sem við kallum oft informal og svo það sem hálfformlegt það sem ensku kallast non-formal og óformlegt nám informal. Formal, non-formal og informal. Þetta enn ein svona konceptsúpan sem ekkert allir skilja á sama hátt og til dæmis Jón Torfi, prófessor hér, sem hefur verið mjög gagnrýninn á að gera svona greinum. En mér finnst það samt mjög gagnlegt og mikilvægt og sérstaklega þegar við hugsum út í bara praktíkina. Þegar við erum að skipuleggja þau umhverfi sem börnin okkar starfa í og lifa í. Og held að þetta gagnist líka þegar við erum að hugsa mannkostum okkar. Þannig að mér langar að leggja það aðeins inn. Og já, þetta var ég búin að segja og við Kristján vorum sammála það að við vildum bara leggja okkar mörkum en við köllum eftir því og ég held að það sé ennþá þörf fyrir það og ég fagna samtalinu í dag og hlakka til að hlusta okkur hinn varðandi það hvað skilning við leggjum í hugtaki farsæld og hvernig mannkostum leggur þar sitt lóð og vogaskála. Þá held ég að leggja þessu bara lokið og ég gæti bætt ýmsu við. Takk fyrir. Kæra þakkir, Kolbrún. Næst tekur til máls Ingimar Ólafsson Voge, Dyggðir og mannkostamenntun í gegnum listir. Gjörðu svo vel. Já, það er við. Þú kom mér fyrir það ekki? Jú. Ég ætla að kalla henni hérna. Já, Velkomin. Gjörðu svo vel. takk fyrir. Heil og sæl og innilega velkomin og takk fyrir að gefa mér tækifæri til að tala hér á þessu áhugaverða málþingi mannkostamenntun og dyggðir. Ég er með bakgrunn í myndlist. Ég kenndi grunnskóla í 25 ár og myndmennt og svona í síðari ár kenndi ég heimspeki. Ég er mikið að samræða, ég mikið áhuga á henni og svo er ég nú að samræma samtækta þessi atriði. Þessi tvö svona áhugamál mín, listur og heimspeki í einhvers konar svið eða svæði þar sem að geti færi fram hugsun og sköpun og kannski líka það sem var líka rými fyrir óvænta hluti. Niðurstaðan var ekki endilega fyrir fram gefin eins og kannski mér finnst það oft vandamál í skólum í dag. Það við ætlum til að allir einhvern veginn gangi í sama takti eða sama marki. Ég í dag deildarforseti listkennsludeildar í Listaháskólanum en ég er búinn að vera með annan fótinn. Ég byrjaði að kenna þar 2013 sem stundakennari og ég er búinn að vera með alveg þar yfir núna. Búinn að vera þar í föstu starfi síðan 2018, minnir mig. Og ég kláraði doktorsnámið mitt núna í nóvember í fyrra eftir 10 ára þrotusvinnu. Og það var þetta ýmislegt sem öll þessi reynsla mín tilraunir og mín svona trú á listir og trú á menntun og trú á manneskjur og einhvern veginn sem svona reyndi að láta svona bygtast þar en spurning fyrir mig persónulega sko hvað nú? En kannski mörg ykkar kannski heyrt mig segja þessa sögur sem ég er að segja núna. Ég ætla aðeins að velta fyrir mig hvað listir, hvernig við getum allavega að nálgast samtölum dyggðir og mannkosti í gegnum listir og gegnum sköpun og hvað það fylgur í sér. En ég ætla aðeins að byrja á smá inngangi
Hérna, eins og kannski Kristján nefndi hérna og Kolbrún líka, Aristóteles er svona stóri stóra nafnið sko, í þessu, í dygðafræðinni og hérna ég sæki til hans talsvert og hérna og hann hérna auðvitað til Platón sem að álita sko listirnar getur nú bara ruglað okkur í rýminu einhvern veginn og það eru svona varasala þá trúði Aristóteles því að þær eru kannski bara gagnlegar, það mætti kannski bara nota, já listir myndi kannski gefa okkur tækifæri til að hugsa ýmsa hluti og skynja veruleikann á annan átt og sérstaklega gegnum ímyndunaraflið kannski. Og hann skrifar hérna í stjórnspekinni, hérna, dálítið skemmtilega klausur sko, bara hreinlega það að finna fyrir vellíðan eða þjáningu fram fyrir eftirmyndum. Ég var rosalega eftir með því að þetta representation, ég held að það sé ekki til þetta almennilegt íslenskt orð, kallum þetta eftirmynd, segjum af styttu. Að finna fyrir vellíðan eða þjáningu er ekkert svo ólíkt fyrir tilfinningu að finna fyrir sömu tilfinningu gagnvart framan hérna, gagnvart raunveruleikanum sko, og hérna gleðist maður fyrir, sko, við að sjá einhverja fagra höggmynd, þá náttúrulega, ef maður sér fyrirmyndina, þá náttúrulega gleðist maður einnig, skiljið. Og einnig þetta kannski líka eiga við, bara því að í dag sá ég fréttum að það ætti ekki setja styrka Friðrik Friðrikssyni aftur upp. Hjá hérna, held ég, knattspyrnufélaginu Val. Það segir okkur bara hvað, sko, myndir, hérna, skipta miklu máli. Myndir og ímyndir, svona fyrir hugsun okkar og fyrir veruleikana, sko. Þannig að hérna, og ég svo sem byggði á hérna meira á þessari hérna mynd sem að hérna olli mikið til hneykslun 2012 segir, kannski kannast kannski við hana. En þetta er stytta af Alison Lapper, ófrískri. Þetta er held ég 4 metra há marmarastytta og hún er það líkistönd allur klassísku marmarastyttunum sem við könnumst við frá Rómaríki og Greiklandi og sem reyndar voru ekki hvítar, heldur voru málaðar, en það er önnur saga. En hérna, þessi stytta var hérna á sýningu þarna, ég man ekki svipið nákvæmlega hvar það var í London, en hún var þarna uppi í nokkra daga, eða vikur, og allir mikillir hneykslun. Og hérna, við grófum upp hérna viðtal við, sko, höfund verksins, Mark Quinn, og svo Alison Lapper sjálfan, hérna, í sama viðtali. Við höfum verið að ræða þetta svona 12 árum síðan, sko. Og því að þetta truflaði mig marga, og hérna, Mark Quinn segir við fengum heilmiklar gusur, svo ekki sem vera sagt, allt frá því að verkið verið kallað yfirlætisfullt yfir í hræðilegt. En ég held að það verið og enn ótrúlega byltingakennt, segir hann, og önnur hver höggmynd í þessu nötta Lundun er á dauðum kalli, sem ræði undir sig heiminn, ég kannast þið það, konquistadorar einhverjir. En í staðinn var hér lifandi kona sem horfir til framtíðar og sparkar frá sér. Kicks ass eins og þetta, ég veit ekki hvort að þýðingi mín er góð. En Alison Lapper, hún sjálf nefnilega, þetta er svona mikilvæg þáttur í þessu, er að, hérna, að hennar sko, persónu og hennar veröld og hennar líf skiptir svo miklu máli í þessu, er að hérna, hún segir þessi höggmynd veitti mér rödd í fyrsta sinn, því að hún er alltaf búin að berjast til fordóma allt sína ævi. Og hérna, hún er sko listamaður og málar. Og hérna, og henni fannst styttan veitin rödd, hún gerði hennar sýnilega og gerði það kannski líka fyrir annað fólk sem hefur, kannski frábrugðina líkama, eða einhvern veginn passar ekki inn í normin og lítur upp til sjálfrar sín hérna á stalli og frísknakin og vegna þess að hún segir, þetta kallar fram hér með bróðsögnir hennar að hún geti aldrei greint spatt, skiljið. Þannig þetta er rosalega svona merkilegt verk og merkilegt svona umræða sem átti sér stað og það er einhvern veginn svona, það sem að, ok, það sem að ég tek einhvern veginn með mér í þessu er sko þessi sko að talandi mannkostur fyrir að er einhvern veginn að horfast í augu við sjálfan sig eins og maður er og sættast við mann einhvern veginn, skiljið, og hafa einhvern veginn hugrekki til þess. Og hérna, það er einhvern veginn svona, mér finnst þetta verk einhvern veginn gefa okkur rými til þess að hugsa hugrekki og það að vera til og vera maður sjálfur og vera ólíkur eða hvað, einhvern veginn í svona veruleika. Og hérna, eitt af því sem Greifó skrifaði í síðustu greininni í doktorsritgerðinni var einmitt svona pæling þetta. Hvað í ósköpunum er það sem veldur því að listir geta valdið sem vanlíðan? Af hverju kallar þetta fram reiði hjá sumum? Við fer ég vel í taugarnar á einhverjum, en gera aðra spennt og hrifna. Hvað veldur því? Hvernig upplifir fólk list, spyr Abigail Hausen? Hvað fer í gegnum huga fólks andspænis málverki? Það fer í gegnum huga þess þegar stendur ítrekkað andspænis ótal málverkum ævin á enda.
Þetta tengir hún fagurfræðilegum þroska þetta, en ég meina ég held að þarna sé líka ímyndunaraflið og einhvers konar hreinsunareldur. Ég var nú einhvern veginn að koma með eitthvað ægilega flott orði við þetta, var með svefnrofann í morgun. Ég ætla að segja þetta þegar þú sagði ég kannast við þetta. Og hérna, það eitthvað svona sko, að því að myndirnar eins og við ræddum alltaf með eins og með Aristóteles og auðvitað hérna, það eitthvað, það spilar, það eitthvað svona heimurinn kemur til okkar í einhverju nýrri mynd, einhverju óþekktri mynd í gegnum listir sem að svona gerir okkur kleift að skynja veruleikann og sjá veruleikann á alveg nýjan hátt. Hún kallar þetta fagurfræðilega þroska, sko, aesthetic development, ég veit ekki hvort þetta er góð þýðing hjá mér, en þetta er hæfni okkar til þess að finna merkingu í myndum. Ég meina, við erum alltaf að leita merkingu einhverju sjónrænum, við sjáum merkingu, við sjáum hund, þarna, það er eins og hundur þetta ský, skiljið, við konum stuð þetta. Þannig að við erum alltaf að leita einhverju merkingu í veröldinni í kringum okkur og náttúrulega auðvitað, og svo stundum með merking og stundum ekki. En sko, þetta leiðir okkur til þess að hugsa hluti eins og myndlæsi, hvernig hérna, hvert er hlutverk myndlæsis í þessu öllu saman, hvernig hérna, sko, það sem er alltaf á bakvið hérna, mín agenda er auðvitað einhvern siðferðislega pælingar. Og hérna, auðvitað, sjónin er auðvitað eitthvað sem skiptir máli. Rudolf Arnhem segir sjónin er undirstöðu skynfæri í lífsbaráttunni. John Berger er náttúrulega þekktur fyrir hérna, sín skrif og hérna, myndlæsi, að sko, eins og hann segir bara í upphafi bókarinnar hérna, því náttúrulega stóluðu mér. Að sjá kemur á undan orðunum. Barnið horfir og þekkir áður en það getur talað. Þetta er rosalega mikilvægt. Sýning, hérna, já. Paul Klee, listamaðurinn, er alltaf í samræði við náttúruna. Það á hann þá við að við erum í samræði, sko, stöðugt í samskiptum við umhverfið. Og það sem að við erum líka hluti af þessu umhverfi. Við erum bæði innan umhverfisins og við erum með að, hérna, við erum í náttúrunni og við erum hluti af náttúrunni. Merkingi myndlist sprettur af grundvöllum myndlæsis í samsettum formum og svona því að við ræðum þetta oft sko, af hverju er ekki myndlæsi kennt meira í skólum til dæmis. Þannig að ein námsgrein geti heiti myndlæsi, en ég held hún sé kölluð myndnett daglega. En ég veit ekki hvað mikið verið að vinna með það, beint, ekki viss. Og enda við erum trúað því að myndlæsi þjálfist af sjálfstæðum. Það er svo mikið myndefni í kringum okkur og þetta er bara einhvern veginn komið til okkar svona sjálfkrafa. Og hérna, það er til alls konar reglur um myndlæsi, við getum alveg lesið, ég get alveg sagt það til dæmis að kringlótt form er svona ekki eins hættulegt eins og þríhyrnt form, skiljið, með göddum. Rauður litur er hættulegri heldur en grænn, ég meina það er mikið rætt um tengslu tilfinningar og hérna, línur eða form sem leita til hægri upp á við eru svona jákvæð hreyfing og neikvæð hreyfing sem fyrir niður á við, þannig að þetta eru alls konar svona. Þetta að lesa myndir svolítið eins og opna bókin sem var auðvitað gert hér á miðöldum þegar trúarlegt efni var auðvitað bara því var miðlað bara í gegnum listaverk og við lásum þau eins og opna bók þegar við kannski hefur nútíma maður tapað sko orðabókin til að skilja en sem sagt þetta gefur okkur tækifæri til að velta því fyrir okkur hvort við getum skoða listaverk og velt fyrir okkur ýmsum hlutum sem að við getum tengt tilveru mannsins og hérna. En við þurfum auðvitað, ég meina það er þetta styðjast við alls konar reglur en við þurfum auðvitað líka að velta fyrir okkur frá hvaða tímabili er þetta listaverkin, í hvaða veruleika verður þetta til trúarlegt aðsvonarstofn, fyrir að staða þekkingar á þessum tímaskili. Þegar maður verður svolítið líka að vera svona gæta sín á því að skoða ekki fortíðina með augum nútímans eða samtímans. En hérna, það er lífið tíman, mér skilst að það sé mjög strangur hérna. 5 mínútur eftir. Já. En allavega, samræður skipta öllu máli, eins og Maxine Greene bendir á, að hérna, tengist öllu ímyndunaraflinu, að hérna, það er ekki nóg að ég horfi á listaverk, ég verð, eða horfa fleiri á listaverkið og ég get átt í samræðum við þau það og þá kannski sé ég eitthvað nýtt. Vegna þess að sérhver ávarðandi að listaverki kemur til leiks með sinni eigin reynsluheim, sinni eigin túlkun og skynjun og þegar við náum einhver svona samtali það, þá allt í einu breytist okkar sjónarhorn og við sjáum svona fleiri víddir kannski. Það er ekki nóg að hérna, sko við eins og Maxine Greene bendir á, sko við erum oft bara að leita réttu merkjum með hann, við horfum bara nöfn listamannana, sko, og við förum hratt yfir sögu og
og eru meira upptekin af því að þetta sé eftir frægan kall en hérna verkið sem slíkt hafi merkilegt fram að færa sko. Það hefur verið þróuð aðferð sem heitir Visual Thinking Strategies, sem ég veit ekki hvernig á því íslensku einhverju viti, VTS, en fræðsludeildin á Listasafni Íslands hefur tekið upp þetta prógram og gert miklar og merkilega tilraunir með því að fá bjóða nemendum hérna til að heimsækja sko safnið og horfa á eitt listaverk í einu, kannski í klukkutíma, frekar en að það sé farið hringur salinn og allir hlusta bara á þekkinguna sem að safnafræðslukennararnir hérna dreifa. Heldur einfaldlega spurt og spurningavaldið er afhent nemendum og það er spurt hvað er að gerast í þessu málverki og hvers vegna segir þú það? Þannig að nemendur eru krafðir þess að færa rök fyrir skoðunum sín. Hvað sérðu og hvers vegna? Og hvað fleira má sjá? Og upp úr þessu verður samtal sem að þeir gerðu merkilega tilraun og það þróuðu kennsluefni sem er hægt að nálgast á heimasíðu Listasafns Íslands sem heitir Sjónarhorn. Og ég það má spyrja svo í þessu verki, væri mjög gaman að þeir tækja vel til þessi þetta. Hvað er að gerast í þessu málverki? Eftir þarna Judith Leister, sjálfsmynd frá 1630, hvað er að gerast? Við höfum ekki tíma til að fara yfir það núna, en hérna ég geti velt í fyrir okkur hérna rétt á meðan ég hérna hreyfi hönduna yfir að næstu glæru. En Judith Leister, rétt að googla hana, hún er stórkostleg. Mér langar til að segja svona sögu líka sem að hérna, þær sögðu mér hérna safnakennararnir í Listasafninu, Marta María og Ragnheiður. Þessi málverki sumarnótt, þá kom hópurinn þetta og hvað sjáum við í þessu málverki og hvað og hérna og smálsmaðan beindist talið að hérna spurningunum sko það voru að horfa börnin fór, sko þið sjá þetta er málið 1959 og þetta er svona íslenska sveitin, þetta er ídylísk mynd og hérna en börnin voru ekki vön svona höfuðbúnaði sem ég veit að ömmur okkar voru með og móður mín líka og hérna og þær fóru að spyrja, tengdu þetta við flóttamenn? Og einhvern veginn þróaðist samtalið svona einhvern veginn áfram, sko, dökkar og hörund líka svolítið líka, út í teknar, skulum segja, og bara stílbræðið og eitthvað, en þannig að börnin, sko, túlkuðu þetta svona og hérna, en þetta eru 10 ára krakkar, sko, samtalið sem þróast í það að, umræðinu flóttamenn, sem fór aftur út í, sko, hugmyndunum það að eiga heima einhvers staðar. Og þá sem fegurðin í þessu var þú sko að þú kemur tilbaka og hafa einhvern veginn fjallar kannski þessi bara mynd það að eiga heima einhvers staðar, skiljið. Það er svona þessi stemning að mér fannst það allavega svo fallegt hvernig hérna þessi hugmynd fór í svona dálítið ferðalag og kom aftur heim. En þetta er eitthvað sem að sko, bara svona samræða sem er bara alveg opin. Það er ekki það er ekki dulið, það er bara hvað sjá börnin, hvað sjáum við og hvert leiðir það okkur í samræðu. Hvaða hugmyndir kvikna. Þannig ég held ekki sé búið með tíman, en hérna... Mínúta? Mínúta, já. Svona löng mínúta kannski. Já. Ég hérna, allavega, ég þarf ekki að fara að tala neitt mikið dyggðalæsi sem ég byggði á sko. Það er hérna auðvitað sem Jubilee Center þróaði sem sagt, en það eru atriði sem að hérna má kannski tengja beint svona við vitsmunilega þætti sko. Við getum alveg velt fyrir að nemendur geti náð framförum í að taka þátt í samræðum siðferðileg málefni og gegnum listir til dæmis. Þess að þetta ávarpar vitsmunilega þætti, það eru röksemdir, þau koma auga á fyrirbæri eins og dygðir og lesti og það á sér stað einhvers konar orðræða sko, og orðaforði, hugtakaskýringur og annað. Þannig að það er hægt að vinna með þessa þætti í skólastarfi á mjög skýran hátt. Svo eru þetta aðrir þættir sem eru snúnari, sem tengjast auðvitað hérna þessum grunnþáttum dygða. En ég gerði þessa tilraun hérna, þetta var svona, opnaði augun mín í 2007 held ég, ekki að verið þegar við vorum að gera tilraunir að sammeina heimspekilega samræðu og hérna myndnettina. Ég sýndi börnum þessa mynd, 8. bekkingum að þetta er reynum að grýtt og spurði hvað er að gerast í þessari mynd. Og það fekk svona þessi þarna svör sem komu svona frá mörgum hópum og þau voru svona, þetta er svona úrval af svörum, það var svolítið sama svarið sem kom aftur og aftur hjá mörgum nemendum að hérna, hann getur ekki horfst í augu við sjálfan sig, hann sér eftir einhverju sko
hann hefur snúið bakið sjálfum sér, hann sveik sjálfan sig, sko, eða eitthvað, hann hefur gert eitthvað af sér, hann þorir ekki að horfast í augu sjálfan. Og þessi hugmynd, sko, mjög sterk siðferðileg hugmynd, mínu mati, sko, sem að ég hef ekki, mér enga veginn komið til huga neitt svona. Það er ekki fyrir krakkarnir, nemendur mínir, sko, því að þau horfa allt öðruvísi á myndin en ég. Þau höfðu ekki þessa þekkingu sem ég hef á þessum listamanni skilið og hans forsendum og það. En nú sé ég þessa mynd aldrei öðruvísi, sko. En mér finnst þetta stórmerkilegt svona hvernig þetta gat opnað spurningar það að snúa bakið við sjálfur, að svíkja einhvern og hvað þýðir það og hvað er það sem að ég ger í lífinu sem að ég skammast mín svo mikið fyrir að ég vil ekki lengur lítið í speil á mótan, skiljið. Þessi atriði. Þannig að þetta býður okkur upp á ýmislegt, en hérna ég hef ekki meiri tíma. Ég verð að segja ykkur þessu, ekki einan. Þetta bara, ég lét nefnendur líka mála myndir, sko, hérna í þessari doktorstilrauninni minni að hérna, ég spurði hvað hvenær upplifði hugrekki, eða finnst ykkur þið hafa upplifði hugrekki í lífinu? Og hérna, þetta er eina af dásamlegum myndum sem að, sko, mér finnst svo algjörlega frábær. Stúlka sem að málaði þessa mynd, kíkir hérna baksviðs, kíkir og Tómas við, hver kannast ekki þessa tilfinningu? Ég fann það áðan til dæmis ég satt þarna. Og hérna, það er eitthvað óbúrslega fallegt í þetta. Og hérna, þetta auðvitað opið, maður getur túlkað það á marga vegu. Ég líka reki mig á það þegar ég sjálfur að reyna að túlka verkni þetta. En maður verður líka að vara sig að túlka ekki of mikið. Maður er svolítið fastur í sjálfum sér. En þetta hvað þetta því líður, þá er þetta svona sterk mynd. Og einhvern veginn ekkert síður í svona til þess að hugsa hugrekki heldur bara frelsisgyðjan eða eitthvað annað, sko. Svo þessi hérna vináttu sem að hérna ég var rosalega hrifinn af fyrst og bara þetta er dásamleg mynd. Þessi blóm. Svo þegar þau bara rýna betur í þetta þá svona runna þetta grímur. Og aftur, því ég hef sýnt hana víðar og hérna átt í samræðum hana og það kemur þetta í ljós að fólk lesa þetta á mismunandi hátt, sko. En maður þarf svolítið að það er ekkert endilega neitt lokasvar sem býður okkar. Þetta snýst ekki lokasvar, þetta snýst að eigi sér stað samræður sem að opna huga okkar til þess að við getum allavega að fara út í lífið með svona opnari huga og svona kannski fresta meira dómi hluti í hérna lífinu. Takk fyrir. Já, kæra þakkir. Það er afskaplega skemmtilegt. Ég minnir á þetta sem við kallum svona heimspekilegar æfingar. Nú, þá ætla ég að segja frá því sem ég hef verið að gera varðandi í svona það sem ég hef brætt saman heimspekina og svo dauðasiðfræðina við læknisfræðina og ég hef núna í 10 ár verið að kenna siðfræði og gagnrýna hugsun í læknadeild og ég hef svona verið að bræða saman hugðarefni mitt úr hagnýtu siðfræðinni sem var þá mastersritgerð út frá rannsókn á dyggðarsiðfræði út frá mannkostum lækna og þessi empiríska rannsókn var svolítið það hvað er góður læknir. En ég ætla ekki að fara nánar út í það, heldur svona út frá, segja ykkur frá bók sem ég er að skrifa með þessu þema, mannkostamenntuninni og svona hvernig bæði það kemur út svona í bundnum máli eða texta og svo æfingu. Og hér bókin heitir Siðfræði og gagnrýn hugsun í læknisfræði og hér til vinstri hliðar eru svona ákveðin lykilorð í bókinni. Nú, Siðfræði og gagnrýn hugsun, já, hún byrjar svona, ef við fer svona pínlítið bara í efnisyfirlitið svo þið sjáu bara svona hvernig hún útleggst svona í beinagrind, ef svo má segja. Og það er inngangur það síðan fyrst að það er grundvöllur siðfræðinnar og viðmiða fagmennskunnar, gildi og gildismat í forgrunni siðferðisins, þriðji kafli, siðfræðikenningar og hagnýting þeirra, fjórði kafli, gagnrýni hugsun
vönduð hugsun Viturs læknis. Þetta er svona, hér er farið í svona ákveðin grundvallaratriði gagnrýninnar hugsunar og staðla. Og síðan er það yfirfært meira yfir á læknisfræðina og klínískan veruleika í 5. kafla sem heitir þá gagnrýnin hugsun og fagmennska á vinnustað. Og 7. kafli að þá er farið í svona færni þætti gagnrýninnar hugsunar, þekkingarfræði og þekking og rök í þágu faglegrar hugsunar. Og svo siðareglur lækna sem er þá rauninni félagsleg umgjörð fagmennskunnar. Og 8. kafla sem er síðasti kaflinn, aðferðir við greiningu siðferðilegra álitamála. Og við lítum á svona dæmi lykilatriða úr hverjum kafla. Í inngangnum að þá tek ég dæmi þar sem að í fyrsta lagi svona til þess að sýna bara með dæmum lesendanum hvernig hver er svolítið munurinn á þessari nálgun, svona klassískri nálgun heilbrigðissiðfræðinnar og svo þessari dygðasiðfræðilegu nálgun. Og í fyrsta dæmi er svona, sem maður getur kallað svona siðferðilega heiðríkju, það kemur manneskja í viðtal til heimilislæknis og hún er með hálsbólgu og greiningin liggur fyrir eftir smástund, það er tekið smá strókur hálsi og gert smá próf og það eru streptokokkar og það er gefið lyf og allt er svona bara bæði sjúklingur og læknir, það er engin vandamál og sjúklingur fær meðferð og læknast. Þannig að þetta er svona bara eins og ver og ber, eins og við segjum. Og í öðru dæminu er svona dæmigert siðferðilegt álitamál og það sem svara spurningunni er framkvæmd ákveðins læknisverks er hún réttmætt og þetta er dæmi sem ég tek úr svona einhverju frjósemisklíník í framtíðinni þar sem á að gera jafnvel einhverjar erfðabreytingar og eitthvað svona nýtt kemur inn til sögunar sem getur verið siðferðilegt vafamál og vafamál hvort að jafnvel standist lög. En allir aðilar eru svona vel stemdir og allt hérna, það er engin fylgikvillar varðandi svona afstöður, en þarna er bara málið að þarna er klassískt, svona siðferðilegt álitamál og þetta er einmitt svo siðfræði, álitamála í heilbrigðisgeiranum sem að heilbrigðissiðfræðin hefur lengi vel lagt svolítið áherslu á. Og náttúrulega í bók Vilhjálms Árnasonar að þá eru margir kaflar þar hinar ýmsu aðstæður sem lúta að þessu. Í þriðja lagi er síðan þá flókið álitamál með flækjum út frá stöðu og manngerð sjúklings og læknis og það myndast ýmsir hagsmunaárekstrar og ýmsar takmarkanir bara út frá því hvernig út frá skoðunum sjúklingsins, lífsskoðunum og sýn hans á eigin getu og trausti til læknis og heilbrigðiskerfisins. Þarna spila inn í manngerðirnar og svo náttúrulega hvernig læknirinn tekur á þessu öllu saman út frá sinni dómgreind. Og svo framvegis og það er svona þetta dæmi svona kynni til sögunar þetta þema í þessari bók svona út frá fagmennskunni, út frá manngerðunum. Í fyrsta kafla þá er svona farið ýmsar skilgreiningar en svona það sem ber hæst þar er fagmennskan. Við kallum þetta svona þykku útgáfuna af skilgreiningunum af fagmennskunni. Þar sem að það er einhver fjallað hið sanna, sem þekkinguna og svo hið góða og það er þekking, siðferði og svo færni sem þjónar hvoru tveggja. Það er fræðileg færni og svo samskiptaleg færni og svo verkleg færni. Það er ekki tíma til að fara náið út í þetta en einnig eru sem sagt í kaflanum svona farið í ákveðnar skilgreinir, ákveðnar svona hugtökum í siðferðilegri umræðu eða siðfræðilegri umræðu
og það er svona til þess að gefa, efla tungumál siðfræðinnar meðal nemenda. Nú, í öðrum kafla er farið í gildi og svona flokkun gilda í innri gildi, ytri gildi og fleira og síðan svo þessa klassísku fjögur gildi sem að koma upplega frá Beecham og Childress, 78 eða 9, að velgjörðin, skaðleysið, sjálfsákvörðun og réttlætið. Ég bæti þar við mannlegum tengslum og sjálfsvirðingunni. Og það kannski kemur einmitt á þessum mynd sem Ingi var með konuna sem að hún stendur, sem að var með styttunni, fatlaða konan, sko, að hún bara stendur keik og bara hún hefur sína sjálfsvirðingu og lætur engan stoppa sig í að koma bara svona þessi nakin mynd af henni. Í þriðja kafla tökum við fyrir svona siðfræði kenningar og hér bara sýni ég hérna svona kannski þessa áherslu og svolítið niðurstöðu þeirra svona undirkaflans dygðasiðfræðina og það módel sem er þá kannski tekið til er svona leggur grunninn af dygðasiðfræðinni í bókinni. Þetta er svolítið flókin alltaf svona mynd en þetta er allt saman svona sundugreint þetta rólega í textanum. En siðvitið hér, eða frónesið, ég er vel að nota orðið siðvit frekar en hyggindi og að það er samblandið af svona dómgreind og síðan vilja afstöðunni eða dygðinni og svo skynseminni og skynsemin, eða dómgreindin er matsluti hugsunarinnar sem kemur inn skynjun og málavextir, sjálfið og gildismatið, þetta vegið og metið og síðan kemur fram viljinn, hvert vil ég stefna og með hvaða hætti, hvaða tilfinningar setja ég í þetta og síðan útfærsla framkvæmda hluti sem er þá skynsemisflutin og það þarf að gæta jafnvægis hvar maður er staddur, tíman, útfærin og það kemur fram í breytninni. Þannig að þetta er ekki, já, þetta er svona, víkur kannski aðeins frá aristotelsku módeli en tengsl hugtakana eru nánast þau sömu. Nú, í þessum kafla er farið í svona ýmsar dygðir og bæði þá útskýrt af hvað eru svokallaðar þekkingarlegar dygðir eins og nákvæmni, sannleiksást og dýpt og svo aftur og víðsýni og svo siðferðilegar dygðir, auðmýkt, sanngirni, varkárni og ábyrgð og svo framvegis. Þannig að það er svona farið í svolítið hvernig dygðirnar vinna saman. Nú, gagnrýnin hugsun, til þess að kannski skilja gagnrýna hugsun þurfum við að vita líka hvað er almenn hugsun. Akkur erum við að tala sérstaklega gagnrýna hugsun, hvaða fyrirbæri það? Hvernig sker hún sig frá svona þess stíl sem við getum kallað almenna hugsun? Og ég set það upp í svona töflu og í textan alltaf útskýri ég að almenna hugsun er ekki endilega eitthvað slæm hugsun en hún er svona sem að má kannski búast við og gengur og gerist og við kannski að það kemur uppeldinu okkar og þetta er svona almennur skilningur en aftur það er gagnrýna hugsun er svona fáaðri skilningur og leikur fleiri sjónarhorna varðandi þekkingu og svo varðandi færni og þekkingarhluta við skiptum sig í stætti siðferðis, stætti þekkingar og síðan útkomu. Og í þessu úrlausn verkefna að í almennir hugsun er almennt góður en breytilegur árangur en í gagnrýninni hugsun þá oftar rík gæði og aukinn stöðugleiki í árangur. Líka það svona oftar leiðir til leiðréttingar og aukinn lærdóms. Og samaskapið þá er svona módel gagnrýninnar hugsunar að því er skipt á í siðvitið og það er þá
siðferðileg dómgreind og siðferðileg skynsemi, eins og sýnt í myndinni áðan, og svo samanvarandi þekking og færni, þekkingarleg dómgreind og svo þekkingarleg skynsemi, svona hjálpar okkur í að taka ákvarðanir. Nú síðan svona ákvaði ég að setja upp svona 12 dæmi viðmið í gagnrýna hugsun. Þetta náttúrulega ekki til þess að verða eitthvað svona viðmiðin, heldur bara sem dæmi og ég skipti inn í 6 dæmi sem eru svona þekkingarleg viðmið og 6 dæmi sem eru þá svona siðferðileg viðmið. Ég ætla ekki að bara byrja náttúrulega til dæmis á því sem að Páll Skúlason talaði og alltaf væri lögmál gagnrýna hugsunar. Allt að fallast á skoðun eða staðhæfingu nema að fyrir henni séu færð fullnægjandi rök og svo framvegis. Við höfum ekki tíma til að fara nánar í þetta en þið sjáum svona okkur neginn hvert þetta liggur. Og í 5. kafla þar á eftir að sem ég færi þessi gagnrýna hugsun að vera inn í klíniska umhverfið að þá fjalla ég læknis-sjúklingstengslin og læknisviðtalið og fer inn í svona varðandi greiningu og svo teymisvinnu, hvað eru góðar dygðir í teymum og samvinnu eins og auðmýkt og hlustun, réttsýn og traust. Mikla áherslu á mikilvægi traustsins og fólk sé opið og málefnalegt og auðmýkt og það ríkir svona ákveðin staðfesta en samt að vera opinn og ekki vera með, ég sé ekki þetta andrúmslegt ofurkapps eða sæmdarþorsta eins og sem við kalla það og svo aftur líka fer ég í gegnum svona ákveðna lesti til þess að fólk, nemendur þekki þá líka. Og allt leiði þetta þá til ábyrgra ákvarðunar, meðferðar, eftirfylgdar og lærdóms. Nú, í þessum færnikaflanum þekkingafræði og rökfræði að þá svona farið í svolítið grunnatriði hvað þekking sé, hvernig við horfum á gögn og vinnum úr þeim röklega og hvað sé málefnaleg umræða og rökvillur og rökræðuvillur og svo framvegis og hvernig við getum leitt að góðri niðurstöðu. Og ég reynir svona að innvinkla í þetta svona ríkuleg dæmi úr læknisfræðilegum veruleika. Og 7. kaflinn svona þessa félagslegu umgjörð læknisfræðinnar, siðferðilega umgjörð. Við höfum ekki tíma til að fara í það. En svo 8. kaflinn þá æfingar, þar sem að farið í svona álitamál út frá svona þrígreiningu sem svolítið klassískt eins og Vilhjálmur Árnason kynnti í sinni bók og álitamál út frá svona 7 skrefum sem að 4. skrefið svona rökhlutinn með og mótrökmála og nú síðan meira svona eru dæmigefin svona mótur almennra skoðana eftir ákveðnum skrefum og svona ákveðnum checklista, sem að segja. En síðan svona 4. rannsakandi skrif og við nota það mikið á 3. ári og tekið fyrir 800 orða greinagerðir, til dæmis fúsk í vísindum eða það siðferðilega réttmætt að meðhöndla ættingja og vini og nefndi fá greinar til að vinna eftir og vinna úr þeim rök og komast að niðurstöðu á skipulegan máta. Og í tímunum erum við með, kannski reynum að hafa bara fyrirlestra mest á vídeó og svo erum við með 4 tíma lotur, fyrsti tíminn fer í smá eða svona yfirferð fyrirlestri og svo 3 tímar í röð sem eru bara dæmatímar og við kennararnir förum í 3 stofur, 20 nemendur hverju stofu
og við tökum fyrir dæmi til umræðina og reynum að taka á þessum siðferðilegu málum. Þannig að þetta svona markmiðis að skila vandaðri fagmennsku í verki til farsældar. Takk fyrir. Og þá er það Björk Margrétardóttir, Arnhildur Þórhallsdóttir og Víbekka Svala Kristinsdóttir frá framhaldsskólanum í Mosfellsbæ. Gjörðu svo vel. Og ég ætla að opna hér fyrir ykkur þetta hérna. Allar pínu athyglisjúkar, þannig að við viljum koma allar. Hér sem Svala, Hrafnhildur og Björk. Við ætlum fyrst kannski að ávarpa þennan þýðingavanda sem er búið að koma aðeins inn á. Þannig að við erum ekki alveg sammála hvað á að kalla þetta. Education, við byrjum fyrst með persónumennt og vorum með það inn í stefnu skólans og erum núna, mannkostumentunin að festa sig betur. Þannig að við erum farin að nota það og mér og fleirum finnst það pínu kallagt. Ég veit að konur líka, en við í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ hefum aðeins verið að hugsa mannkostamenntun. Skólinn sem sagt stofnaður 2009, þannig að þá bara kemur þetta nýr skóli upp í sveit næstum því og við byrjum bara að kenna samkvæmt verkefnum með kennsluaðferðum og erum með leiðsagnamat til hliðsjónar. Svo gerist það í október 2014 að við erum 5 starfsmenn skólans sem fara á ráðstefnu út í Sviss og gjörsamlega heillust af Character Education. Og ég veit að 5 starfsmenn ekki mjög mikið, þetta var samt cirka 1/4 af kennara og þar að meðal skólameistari. Þannig að hún er mjög drífandi og var mjög heilluð af þessu og hefur náttúrulega mjög mikil áhrif þegar 1/4 af skólanum fer á eitthvað svona og kemur bara heillaður heim. Þannig að við skipulögum námsferð til Birmingham þar sem við vissum að Kristján væri að gera góða hluti. Nema Jubilee var eitthvað, gat ekki tekið á móti okkur á svona tíma, ég held að það var æfingakennsla eða eitthvað svona, þannig að það var alveg ekki hægt að taka á móti okkur en við fórum og skoðum annan skóla. Sem Kristján bent okkur á. Já, hann bent okkur á og það hefði verið að kenna eftir Character Education þar. Og þetta var svona hópferð þannig að það fær næstuði allir starfsmenn í það. Næst förum við til Boston, þá erum við að leitast eftir fyrstu upplifuninni sem það var ráðstefna sem Charles Fadell frá Bandaríkjunum var með, og þá fara held ég 8 starfsmenn og aftur erum við 1/4 af skólanum, þannig að fjöldin hefur aðeins þar aukist. Eftir það þá þróum við svona framhaldsskóla brú. Þá allir skólinn var í heila önn í svona þróunarvinnu þar sem við erum að þróa úrræði fyrir nemendur sem koma með ónæga námsárangur, þar sem 3 föll eða fleiri, og við þróum svona braut sem að allir þurfa að vera á í 1 ár og Character Education átti að vera rauði þráðurinn í gegnum allt. Þannig við fengum bara að allir sem voru með 3 föll eða fleiri þurftu að fara inn á þessa braut. Sér reyndist svo auðvitað, kostar mjög mikið og nemendum fannst þetta oft stimplun að vera svona sérbraut, þannig að þetta er hægt núna. Og svo förum við 3 ár á... Má ég kannski samt skjóta þess inn í bara? Að það sem kannski við vorum líka að reyna að gera á framhaldsskóla brú einmitt það sem að Kristján myndist á erindinu sínu og þarna vorum við svolítið að reyna að kenna mannkosti. Og það var ekkert alveg, í staðinn fyrir kannski hugmyndin var að fletta inn í námsgrein svo fórum við svolítið í það fyrst að kenna þeim mannkosti og það var bara einhvern veginn ekki alveg. Það var allavega fræðilega var þetta óslega flott á blaði en þetta einhvern veginn virkaði ekki alveg. Og svo fórum við 4 þarna á námskeið hjá Símenntun hjá HA, já, fyrir rúma ára síðan. En þetta sem við höfum leitast eftir svolítið að sveiflast á milli. Við höfum verið með þetta módel frá Charles Fadell sem bandaríska nálgunin. Þar sem það er að tala hvað þarf nám á 20. öld og þetta þarf
hérna þekkingu, hæfni og karakter og svo á metacognition og growth mindset að umlyki allt. Og þetta svona pælingin sem allavega ég heillaðist þarna fyrst af í Sviss og hefur alltaf verið mjög náð hjarta mínu. Svo fórum við yfir til Birmingham, þar sem þið kannski þekkið öll miklu betur og það er svolítið þegar Jubilee Center aðalatrið það og ég þarf svo sem ekki nákvæmlega að skýra það. Stundum finnst mann þetta sama og stundum bara alls ekki. Þannig að þetta svona heimspekilegri pælingar, þetta meira svona, finnst mér stundum praktískt, pirra mig stundum allt flourishing dæmið í kringum þetta, ég vil bara fá þetta svona, en stóru myndinni erum við að tala það saman. Þannig að það var bara svona þess. Já, það er alltaf búið að tala svolítið farsældarlögin og við ákvaðum sem sagt að við ekki segja það styrktum sem við sóttum. Já, við sóttum sem sagt styrk til barna og ég get aldrei hvorið fram rétt barnamenntamálaráðuneytisins fyrir 2 árum síðan og fengum styrk til þess að þróa bæði námsefni og upplýsingaefni mannkostamenntun sem við reyðum síðan í þá framhaldsskóla sem við áhuga á að fá og hangir upp í okkar eigin skóla. Og svo heldum við líka þróunar dagtengdum mannkostamenntun í skólanum okkar. Og við ákváðum að sækja þetta því að það var sérstaklega óskað eftir að sjónstyrði styrki sem að tengdist farsældarlögunum. Þetta var það sem 2023 væntanlega sem sækjum og af því að í farsældarlögunum er talað það að það er að tryggja réttindi barna til heilbrigðs, öruggs og þróttmikils uppvaxtar þar sem andleg og líkamleg vellíðan þeirra er í fyrirrúmi og okkur fannst það bara vera mjög mannkostamenntunarlegt og þess vegna ákveðum við að sækjum þann styrk sem við fengum. Já, þannig að þetta er sem ekkert það sem er þetta. Já, við sem sagt í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ við höfum alltaf kennt okkur við leiðsagnar mat og kenndum okkur fyrst í leiðsagnar mat en nú kallast þetta leiðsagnar nám. En við erum enn og alltaf í síauknum mæli frekar farin að kenna okkur við mannkostamenntun. Af því að bara vegna þess að við svona uppgötuðum þegar við fórum á þetta námskeið þarna í Háskólanum á Akureyri að í gegnum allt námið okkar þá vorum við alltaf að reyka okkur á og við vorum alltaf, við erum að gera þetta? Já, við erum að gera þetta og þessi gerir þetta og þannig við vorum svolítið alltaf bara svona að fatta að skólinn okkar er svona. Þannig okkur þá ekki bara að kenna okkur við það. Og höfum gert það bara eiginlega svolítið síðan og ég skilst að það eigi að vera í stefnu skólans þegar hún kemur á netið. Já, byrju ætluðu við ekki að tala hvað hann leiðsögn Jú, ég ætlaði að tala það. Einmitt. Já, eins og sem bara segja þetta allt. Ok, þá ætlum við bara aðeins að tala hvernig við notum Ég veit ekki hvort við ættum aðeins að koma inn í það að náttúrulega í skólanum hafa hingað til ekki við gerðar einhvernir, það svona umsagnakerfi, þannig að þú fá mjög mikla endurgjöf stöðugt og já, það kannski skiptir máli í samhenginu. Já, það skiptir kannski alveg máli að við höfum það skiptir máli að tala það að við höfum þróast úr því að vera leiðsagna matskóla sem við vorum með mjög mikið skriflegum umsögnum, löngum umsögnum oft sem að nemendur hafa ekki mikið áhuga á að lesa. Þannig að við færðum okkur í auknum mæli yfir í munnlegar umsagnir og líka bara upptökur með umsögnum sem að nemendur virtust hafa taka frekar til sín og þá sérstaklega ef að umsögnin og leiðsögnin fór fram munnlega. Bara nemandi og kennari að tala saman námið, hvað þarf að gera betur, hvað gerður við vel og svo framvegis. Og í öllu þessu ferli þá höfum við líka þróað, það voru kennarar frá okkur sem þróuðu það sem kallast vörðuvíkur eða vörðuviðtöl, það sem eru bara ákveðna vörður á hverju önn, þar sem nemandi og kennari setjast niður bara saman og ræða framgang í námi. En líka bara þannig að þetta ávarpa mannkostina. Þú sýndir svo miklu seglu þegar þetta, eitthvað sem kemur ekki í, þú fara 7, þetta verkefni, þú veist. En við höfum alltaf notað þetta svolítið í umsögnum, munnlegum umsögnum að reyna að ávarpa mannkostina. En af því að það er svo mikið verið að tala tölur og bókstaf, það skal tekið fram að við okkur ber skylda til að gefa einhverjar í tölu í lokin, þannig við erum auðvitað með skuggabókald á bakvið öll verkefni, þannig þessi eru tölur. Við höfum aðeins að segja hvernig við notum þetta svona í daglega lífinu.
Já, sem sagt við samlega þessu sem við sóttum styrkinn þarna til mennta- og barnamálaráðuneytið, þá framkvæmdum við allar 3 svona starfrændar rannsókn í okkar fögum. Ég kenni sem sagt ensku, Hrafnhildur íslensku og Svala félagsgreinar, aðallega sálfræði og kynjafræði. Og ég ætlaði bara svona að segja stuttlega frá því sem ég gerði í enskunni og líka bara hvernig það hefur svo þróast út frá, það er komið 2 ár síðan þetta var, hvernig ég þróað út frá því. Og þarna ákvað ég allavega að pæla bara í bókmenntum og reyna að tengja ákveðin hugtök og gildi í verkefnunum við bara það sem að gerast í bókinni í staðan fyrir að vera ekki með eitthvað svona, við erum ekki heldur skóli sem með fyrirlestra, við erum verkefnamiðaður skóli, þannig að í staðan fyrir að vera varpa fram bara einhvern spurningum hvað gerist þarna og við séum eitthvað ákveð sem við erum að leita eftir, að leyfa þeim bara að pæla í þessu gegnum samtöl og umræður. Og já, þannig að það er kannski ekkert að fara því, kannski svolítið langt að fara út í rannsóknina sjálf, það ekki, en ég bara að segja hvernig ég nota þetta núna, nota mikið umræðuhópa með stýrðum umræðuspurningum, en samt þá þannig að þau, það er eitthvað ákveð sem við erum að leita eftir og varpa upp einhverjum umræðuspurningum sem þau eiga svo að ræða og yfirleitt er þetta upptökur eða þá bara ég hlusta á eða þau kynna. Við líka með viðtöl bara ég og kannski 2 eða 3 nemendur þar sem við tölum eitthvað ákveðið. Bókmenntaspjall sem er frjálst mætingi og já, fer oft eins og það fer, getið ímyndað ykkur ef það er frjálst mæting, það er kannski ekki alltaf rosa góð mæting í það, en allavega þegar það er góð mæting þá er það virkilega skemmtilegt. En ég legg alltaf upp með einhver ákveðin hugtök eða gildi sem ég vil að nemendur sé að spá í og reyna að spotta í einhverjum ákveðnum köflum eða lesskammti vikunar og svo pælum við í því saman. Og við reynum auðvitað líka bara að fá nemendur til þess að hugsa, af hverju heldur þú að þessi sögupersóna hafi brugðist svona við, hvernig heldur þú að þú hefði brugðist við í þessum aðstæðum og af hverju myndir þú ekki hafa brugðist við svona og hvað er persónan að gera þarna og hvaða mannkost er hann að sýna þegar hann gerir þetta og svo framvegis. Og hvað myndir þér finnast erfitt ef þú verður í þessum aðstæðum og eitthvað svona, hvernig myndir þú leysa úr því. Þannig bara svona að reyna að hafa þetta, reyna að láta það tengja við sitt eigin umhverfi eins og mögulega er hægt. Já, og ég ætla mér náttúrulega bara að fá að segja eitt í viðbót, svo skal ég hætta, að það er samt sem áður mikilvægt að til þess að við getum talað saman ákveðin hugtök og gildi og svona, að við höfum eitthvað sameiginlegt tungumál sem við skiljum öll. Að við vitum hvað við meinum þegar við tölum hugrekki eða siglu, eða eitthvað svona, við vitum hvað er á bak við þessu hugtök, því annars erum við kannski ekki endilega að tala sama hluti. Þannig að það er alveg mikilvægt að það sé sameiginlegur skilningur á því. Og það er svolítið það sem við höfum verið að reyna kannski að leggja áherslu á í okkar skóla, að við séum svolítið stiltinu sömu línu í þessu. Ég kenni félagsgreinar, ég kenni mest sálfræði en ég hef líka kennt lífsleikni og kynjafræði og félagsgreinar eru bara pínu mismunandi og þó ég kenni ekki allar þá finn ég samt mikið mun. Mér er það mjög auðvelt að koma inn mannkostamenntun í lífsleiknina. Maður bara með það mikið frjálst val hvað maður vil kenna. Og það líka finnst mér miklu auðveldur að koma það inn í 3. þreps, ég veit ekki hvort þið skiljið hvað tala um valáfanga í sálfræði eða kynjafræðinni. Þannig að það er ekki alveg stýrt í þeirra. Mér finnst erfiðast í fyrsta sálfræðiáfangunum þá er bara mest niðurnjörvað hvað ég á að fara yfir og ég finn að ég gleymi mér oft þar. En það sem ég hef aðalega lært er að margt af þessu var ég að gera en það gefur mér svona orð og útskýringar og rökstuðningu fyrir því. Það er mikilvægt að gera þetta. Það er mikilvægt að draga dyggðirnar fram og ávarpa þær bæði í námsefninu en líka finnst mér eins og Björk var að tala í viðtölunum. Að ávarpa þegar ég sé eitthvað. Þú sýndir svo rosalega leiðtogahæfni þarna og þetta er rosalega gott fyrir þig. Þetta kannski gefur mér mest meiri tilfengur með starfinu. Ég veit alveg að það er ekkert allir að fara að vera sérfræði að fara stefna á sálfræði eða kynjafræði í háskóla. Og hvað er þá vægið mitt ef ég er bara að kenna sálfræði og kynjafræði sem að fæstir í tímanum mínum fara í? Bara ef ég get sett áhersluna, ok, ég er allan að reyna að þjálfa upp mannkosti. Einhverjum mannkosti, ég næ kannski aðeins að koma einhverjum meira áfram eða hjálpa einhverjum að þroskast. Þannig að það gefur mér bara meiri tilgang með starfinu, bara mæta mótnana og vera ánægðari í vinnunni minni. Og
Svo líka allt efni breytist rætt núna á gerðarverðum tímum, en mannkostamenntun á tímalausari. Ég get ekki séð það fyrir mér að hún verði úrelt. Þannig að Já, ég kenni íslensku og ég hef heilmikið gert af því að segja þeim frá Aristótelesi og ræða siðvitið og svona verið svolítið beinni í kennslu með það. En fyrst og fremst að þá, eins og Björk, að þá nota ég þetta alveg gríðarlega mikið í bókmenntakennslunni og mér hefur þótt að breyta virkni og áhuga nemanda að hugsa bókmenntir sem glugga inn í líf annars fólks og leið spegill á sig og ég hef alveg markvisst verið að vinna með samræðuna, að bara skóla mig og nemendur í samræðu og nota þessar dygðir sem svona haldreipi í því og það hjálpar þeim að fara svolítið dýpra í samtalið og svona ramma sig inn og vera svo alltaf að spegla í sér og vinna alls konar sjálfsmat með dygðirna sem við erum að ræða í bókinni og svona, spegla þetta fram og tilbaka. Það sem mér þótt stórkostlegast að henda út hefðbundinni ljóðagreiningu og nota dygðahugtökin þar og svona þessa nálgun á ljóð og tala ljóð ekki sem eitthvað form og allir eitthvað ég finn ekki persónugervinguna, hvað persónugervingin? Heldur að ljóð eru fegur og ljóð snerti okkur sálina og þau geta verið bjargráð og sáluhjálp og svona lyfta okkur upp og finnum fyrir svo miklu meiri forvitni. Allt í einu þau hægt að eitthvað að leita persónugervingunni og svona spá hvað er það að segja? Hvað þýðir þetta? Og svo dásamlegt bara eins og þú lýsir með myndlistina þegar þau koma einhver ljóð og þau vita ekkert þetta skáld þau bara þau sjá svo ótrúlega hluti og einmitt eins og Svala kom inn á þetta að nýta þessi dygðahugtök í umsögnum til nemanda og að þau geti gert hrós og svona hrósi hætti til að verða almennt að það getur orðið svo skýrt og sterkt og nemandinn sem að stendur kannski ekki sterkt námslega en þú getur hrósað honum fyrir rosalega sýndur mikla seglu við að vinna þetta verkefni. Ég sá þetta var erfitt að þú klára þetta. Þetta gefur mér aðra og svona dýpri sýn á nemendur, ég kynnist þeim öðruvísi og það sem að finnst þeirra mikilvægri að þau gera það líka. Það bara skiptir máli að þau heyri hvort annað tala upp á fallega, bara að mér finnst gríðarlega mikilvægt að sýna öðru fólki góðsemd. Það bara, maður sér að það hefur áhrif og það hefur áhrif á skólanum. Og bara rétt skólabraga þá kannski í tengslu þess að þetta nám og þessa rannsókn sem við unnum að þá það sem við sáum bara strax var það að styrkleiki skólans starfsfólkið og það hefur með það að gera eins og Svala kom inn á að stofnandi skólans og stjórnandi til margra ára og reyndar afkvækja hennar líka voru bara mjög einbent í að ráða inn fólk sem að hefði þetta huga. Þannig að þetta hefur alltaf verið svona kannski einhvern veginn í grunnvatninu fremar en eitthvað svona, nú ætlum við að taka upp þessa hugmyndafræði og vinna samkvæmt henni. Og þetta er það sem við gerðum í náminu, þetta vegspjöld sem við gerðum og hér er búið inn á heimasíðunni okkar þar sem að hægt að lesa til Aristóteles og mannkostamenntun og dygðirnar og allt þetta. Og já, en við erum svona, við þurfum að svolítið að standa í lappirnar, það eru alls konar breytingar framundan, það eru nýjir stjórnendur, öðruvísi áherslur, það er á að taka upp spannakerfi með öllum þeim hraða sem að því fylgir, hvað tapast í því, það á að fara að leggja meiri áherslu á einkunnabirtingu, mun það breyta einhverju, og það eru mannabreytingar í hópnum líka, þannig að svona, við finnum til ábyrgðar að því að við viljum að skólinn okkar sé ekki bara staður sem að nemendur fara út með stúdentskírteini heldur að þau séu virkilega viti að eru auðlind inn í þeim sem ekkert getur tekið frá. Stopp. Kæra þakkir, þetta var mjög áhugavert og vona við séum bara rétt að byrja að blómstra í þessari vegferð og ég get tekið undir það að ég held að mannkostamenntun saman hvaða nafni hún mun heita, hvort það hefur eitthvað annað nafni þannig að hún
hún úreldist ekki. Nú ætlar Vilhjálmur Árnason að taka saman aðeins það sem hann hefur heyrt og svo leggjum við í pallborð. Já, takk fyrir. Þannig að þessu. Ég finn bara stutt orðið því að hafa tíma í pallborðinu og bara staldra aðeins svona við nokkuð lykilatriði sem ég bara kveikt á í hverju erindi. Á Kristjáni þá fannst mér svo athyglisvert sem hann sagði þarna bara var nú ekki meginatriði heldur kannski svona einskott. Það verið ólíkar hamingjurannsóknir og ólík hamingjuhugtök og nefndi dæmi með svona rannsóknina þar sem að Finnland og Norðurlandaþjóðirnar tróna efst sko, svona sátt við lífið kannski vegna sem við höfum alltaf gott. Og svo annars konar farsældarhugmyndir þar sem að Indónesía trónir hægt vegna sem það er ríkari inntak og tilgang og merking í lífinu. Þetta finnst mér mjög athyglisvert og í rauninni eitthvað sem á berangri okkar svona allsnægta samfélags þá skortir okkur einmitt þetta, inntakið og tilgangin og markmiðið. Ég læt það nægja Kristján, þar sem að Kolbrún talaði þar stóð kannski bætaði mig hann var svo auðmjúkur að tala að mannkostabókin hann frá 6 árum síðan væri úrelt en líklega þar sem hún sagði hérna í lokin frá Mosfells framhaldsskólanum að henni finnst mjög ólíklegt að sæja ekki fyrir sér að mannkostamenntun yrði úrelt eða mannkostahugmyndin yrði úrelt. Ég held að séu mjög klassískar hugmyndir þarna sem þó að séu þetta ákveðna breytur sem úreltast. Kolbrún, það sem að ég nóteraði sérstaklega hjá mig varandi var þessi útvíkkun á skólaumhverfinu. Mér finnst það svo athyglisvert sko að við einblínum oft á þetta bóklega þessa bóklegu færni innan veggja skólans en það eru fleiri veggir, fleiri hús, fleiri annar vettvangur, skólalóðin, frístundaselið og allt þetta sko. Það er þetta formlega, hálfformlega og óformlega. Það er mjög gagnlegt og eitthvað sem við þurfum kannski að og eru augljóslega mjög mikilvægt til þess að undirbúa fólk þessar færni til þess að takast á þessi margvíslegu lífsverkefni. Þau ná langt út fyrir þetta bóklega. Hjá Ingimar þá var þetta læsi sem að ekki síst sem kom þá í gegnum dæmin börnin þar sem eru sko hún talaði opna samræðuveil í tvennum skilningi, annars verður hún opin á þess að vera sem sé með full af þekkingu af hvernig á að lesa í ljós einhverja hefðar myndlistarinnar eða eitthvað slíkt. Þau eru laus við það og hins vegar er hún að hún opnar huga okkar líka, okkar við sem erum búin að lesa myndlista ákveðin hátt, þá kemur þessi opni hugur barnanna og þannig ákveðin líka svona, þú nefndir ákveðina kannski þöggla þekkingu sem að tengist aftur þessu sem er handan hins bóklega og sem að listin kannski nær miklu betur til og miðlar. Hugtakið sem ég skrifaði sérstaklega hjá mig hjá Svani var heiðríkjan í upplagi og þetta athyglisvert hugtak og hún var eiginlega án flækju, það er sem sé, fyrsta dæmið er án flækju og það er eiginlega í tvennum skilningu án flækju, annars vegar að það er ekkert flókið við málefnið, það er ekki flókið úrlausnarefni og hins vegar það er ekkert flókið við persónunar, það er engin persóna sem flækir málefni. Og það nægði í rauninni og síðan kemur við með flókið málefni í seinna dæmi nr. 2. Málefni er flókið en persónar gera ekkert, gera engan ágreining. Og þetta, og síðan man ekki þriðja dæmið, en þetta sýnir bara það hvernig sem sé að flóknar ákvarðanir, það er ekki bara það sem er efnislega erfitt, heldur það er líka fólkið og samskiptahæfnin og hvernig við tökumst á við mál. Þannig að, og þess vegna, þú nefndir hérna við áhugaverða lesti hérna undir lokin, þar sem að við dattum bara í hug umræðan sem stendur yfir núna í samfélaginu. Þú talaður útursnúninga og klæki og stæla sem stöðugt að nota til þess að þyrlu priki og fjarlægast kjarna málsins. Þannig að þetta er auðvitað
það sem ég kannski var spurningi hjá mér þarna, vegna þú sagðir undir lokin, vönduð fagmennska í verki sem leiði til farsældar, það var kannski tengslega við farsældina sem við fannst opnast, sem þú kannski ávarpar þá eftir. Nú ávarpa, það var hugtak sem ég skrifaði hjá mér, hjá ykkur, Björk og Hrafnhildur og Svala. Mjög skemmtilegt að sjá þetta svona jarðtengt inn í kennslu sem á sér stað og ekki síst samband við matið og umsagnirnar, þar sem við nótuðum svo hugtökum sem við ávörpum mannkostina sem við sjáum í vinnunni hjá okkur. Við drögum dygðirnar fram. Þetta finnst mér mjög athyglisvert og svona og líka þetta svona mati í samtalsformi. Frekar en bara sýnir hvað þessi umræða það hvort við notum A, B og C eða 9, 8 og 7 er sko einn ómerkileg miðað við þetta. Það verið að nálgast nemandann hreinlega þannig að hann finni tengi við hvað mikilvægt fyrir hann og þannig ákveðin menning að baki sem þið nefnduð. Ég tók eftir því, ég heyrði viðtal við einhvern skólastjórnanda hjá framhaldsskólanum í Mosó fyrir 2 árum í útvarpinu og ég var mjög hrifinn af þeirri menningu sem hann var að lýsa og það alveg reynilega feikilega dýrmætt að hafa það sem dregur þá dygðirna fram ekki bara hjá nemendunum til líka hjá kennurum. Ég ætla að láta þetta nægja og bjóða ykkur öllum í pallborðinu að koma hingað. Já, bara hvort það er eitthvað hjá fyrirlesurum sem að þið vil kveikta eitthvað hjá sem aðrir fyrirlesar kveikta á sem þið vil nefna áður en ég opna út í salin. Það er Kolbrún, það er eitthvað sem að... Já, bara heldur betur. Sko, mér fannst þetta bara svo fjölbreyttir og áhugaverðu innlegg og sýna hvað þetta er að nálgast farsældarverkefnið á fjölbreyttum hátt. Og þannig að ég bara tók niður punkta frá öllum og held að þessi erindi hafi svolítið sýnt fram á það. Og eiginlega kannski bara svo gaman að enda á ykkar kynningu sem að svona er bara, þú veist, valkostamenntun í aksjón, sko. Það sem hún skiptir mestu máli. En auðvitað líka í námi lækna og í kennslu myndlistar og já, láta búa. Og ég fengi mest þess að konformera prófumbránnar. Það var tala að nám er ekki bara í skólastofunni, þú veist, í tíma. Af því að við erum til dæmis með eitthvað sem heitir verkefnatímar, sem eru opnir tímar og alls konar. Þannig að það er svo mikið sem framfer í einhverju óundirbúnu spjalli. Það er svo mikið nám sem fer þarna fram ekki bara í tíma. Þannig að bara í matatímanum eða hvernig, þú veist, húsvörðurinn aktar, það hefur bara mjög mikil áhrif. Þannig að húsvörður og þessi fyrir mötunendinu er ekki síðri kennarar en aðrir starfsmenn skólan. Ég satt sig í tengslu við þetta á aðnöðsingja að hugsa stundum að sér auglýsingar sko háskólanám þar sem að þurfi bara ekkert að fara út úr eldhúsinu heima hjá sér eða þvottahúsinu eða hvað það er og hvað þetta er þröng sýn á menntun bara að vera með bókina eða vegna þess að það er eitthvað samfélag sem þarf að skapast þar sem menntun á sér stað og ég minnist nú á það sem Mikael Karlsson, prófessor emeritus í heimspeki, segði oft fjarnám það því fólk verður engu nær. Já, mér finnst þetta alveg frábærir fyrirlestrar. Ég er mjög þakklátur og ánægður með þetta dag og ég er þakklátur bara að það er ekki að hlusta hérna á okkur og ég meina, ég játa það, margar af þessum hugmyndum eru mér kunnuglegar. Ég meina, Kristján var einu sinni leiðbeinandi minn og ég þekki hann mjög vel og við Kolbrún höfum mikið talað saman við þess að ég hef kennt þessa grein og ég hef heimsóttið ferðamannaskólann í Mosfellsbæ, langaði að segja Mosfellssveit, og mér var alveg ofboðslega hrifinn af bæði stemningunni og því ég var eyddi heilu síðdegi með hópnum á starfsdegi og það bara það var svo sterkt til mig hvað einmitt andinn og menningin í skólanum eftir að svona fögur og samheldinn. Mér fannst líka svo gaman bara að heyra ykkur aftur vegna sem mér fannst eins og bara að það var það er svo sterkt hvað þið eruð hvað eruð einbeittar og hvað eruð
verið hafa skarpa sýn. Mér finnst hún hafa komið svo sterkt fram í þetta sýningunni að ég hugsaði með mér þetta FMOS ætti auðvitað að vera móðurskóli mannkostamenntun. Og ég er að meina því alveg því að það voru móðurskólar í náttúrufræði einu sinni sko. Og ég veit að það er fólk að pæla í þessum hlutum í öðrum skólum en það er náttúrulega ómetanlegt að þegar það myndir svona sterkur kjarni eins og þið eru þeirra ára þegar voru nú fleiri líka þegar ég kom að ég veit að það er bara í mörgum skólum svona einhvers konar einyrkjar að fást við þetta sko. En ef það er hægt að mynda svona þéttan kjarna sem tekur þetta saman og dreifir þessum hugsunum og pælir í þessu á svona vettvangi ólíkra greina þá finnst mér það alveg ómetanlegt. Og það er auðvitað það sem við þurfum að láta gerast einhvern veginn. Sá þessum fræjum og vökvaðu síðan sko. En svona varðandi sko heildina á þessum fyrirlestrum þá er áhugavert bara einhvern veginn að hugsa um að sko, ég meina Kristján hann er að tala út frá einhverjum alþjóðastjórnmálum skiljiði og Kolbrún þú ert að skoða þetta svolítið út frá kerfum sko, kerfum náms og umgjörð og síðan ertu alltaf þú bara með hægt námsefni hreinlega Svanur sem að ég held að nýtist miklu fleirum heldur en bara læknum þó að svona siðferðilega álitamál svona tali kannski sterkast til okkar í gegnum það þau verða ofta erfiðust þar held ég og svo náttúrulega eru reynslan af vettvangi sem að ég held að sé svo ómyndarlega sem að þið kynntuð FMOS og þannig finnst mér að þessi fyrirlestrar hafa allir svona varpa ljósi á ólíkar víddir þessara mála sem að skipta máli. En já, takk. Takk. Já, ég ætla kannski að bíða þess með þig Svanur og athuga núna strax hvort það eru einhver innlegg úr sal. Ríkjan. Ólafur? Já, ég kannski bara meina spurningu sko, að því að eins og þeir lýstu svo vel hérna í FMO sko, hvað þetta er hluta af menningunni. Já, ég tala þetta. Já, geta. Já. Þið lýstu þið í Mosó hvernig þetta er hluta af menningunni og Kolbrún, þú varst að tala með þessu ólíku kerfi og þetta formlega nám og þetta hálfformlega og þetta óformlega og allt það sko. En sko, hvernig er þetta eiginlega? Ef að menningin í skólanum er sko mótdræg, mótdræg þessu, þannig að það sem gerist í óformlega náminu og hálfformlega náminu, það er sko svona mótdrægt mannkostamenntun og svo er einhver einyrki sem brennur fyrir þessu. Og er þetta bara vonlaus barátta, eða er ekki von fyrir einyrkjan sko að ná einhverju í gegn sko ef að menningin er mótdræg? Bara ég er von fyrir einyrkjan. Sko, ef þú getur hægt líf eins nemanda fyrir einyrki, þá held ég að það sé alveg þess virði. Má ég bæta við? Já, sko, ég með langar aðeins eitt sem ég gæti ekki komið inn á var að það eru mjög spennandi hlutir að gerast í menntakerfinu núna og í innleiðingu í menntastefnu og þá er verið að innleiða með hugmyndafræði sem heitir heillaspor, kallast nurture og kemur frá Skotlandi og þetta kemur víðar að. En þetta er svona heildstæð nálgun í skólastarfi sem að felst í því að hlúa að góðum tengslum og og bara í raun og veru farsæld, bæði nemenda og starfsfólks. Að hugsa samskipti, hugsa orðanotkun og tengsl. Og þetta eru 11 sveitarfélög byrjað að taka þátt í þessu að miðstöð menntunar heldur utan þetta og þarna finnst mér svolítið vísir að það sé verið að horfa til svona persónu, að byggja upp persónu eða mannkosti eða styrkja heilstæðan nálgun. Þannig að mér finnst það mjög spennandi. Ég vil bara bæta því við, þannig að já, ég held þessi von fyrir einyrkjan og við mögum ekki vera á svartsýn. Má ég segja eitt þetta hérna, af því að ég skrifaði aðeins þetta í greininni minni að það kom náttúrulega ljósa sko, það eru alls konar hindranir auðvitað í veginum þegar maður ætlar að gera svona hlut, að gera eitthvað óvenjulegt sko og kennarar tala mikið um kerfi sko og kerfi stjórnöldu en svona þegar á reynir sko þá held ég þetta sé oft spurningum að þetta við búum í einhvers konar við höldum að kerfið þessi stífara og mótregnin sé meiri heldur en raunverulega er. Þetta kannski snýst bara maður kemst líka að því þegar maður fer að prófa sjálfur sko að það minni mótstæð heldur maður sko heldur.
Ég held að við séum oft svolítið föst í því að halda að kerfið sé eitthvað, sko. Kerfið náttúrulega bara mannanna verk. En ég bara held að þessi spurningum að bara hvetja fólk til að bara loka svolítið augunum og prófa bara. Prófa saman. Leðum mér að bæta þess við að það sko, ef að fólk svona tekur út að jafnvel einhverja tímaðslu eða eitthvað svo leiðis ef við séum bara út úr námsefni og þannig, en þá benti Kristján í bók sinni Flourishing as the Aim of Education sko, að það eru rannsóknir til líka sem sýna að þroskari og sterkari karakterar fá betri einkunnir sko. Þannig að þetta er svona, þetta vinnur allt saman. Þannig ég held að sé ekkert erfitt á endanum að samfara fólk ágæti þessara samþættingar. Já, nú hefur þú vissuleiti einvirki í læknadeild. Þú ert með samskiptafræðina og já, það er ákveðnir aðrir. Er jarðvegur fyrir það, varstu alveg jarðvegur fyrir það að þessi fyrir þína kennslu og yllulega nýtt í langri sögu læknadeildar? Já, nei, ég fann ekkert jarðveginn, ég bara ók af stað, sko. Þannig að, en ég held að þetta komi allt saman og svo bara þegar við myndum svona samfélag og fólk sér þetta svona hreyfing og þetta bara, getur að gagnast á bara öllum stigum menntakerfisins, þá held ég að þetta svona, það komi svona ákveðin samlegðar áhrif og áhuginn fara að vakna. Ég bara svo ég haldi áfram með þetta á von, sko, að ég fyllir svo mikið von í dag þegar við erum bara á svo ólíkum stöðum og menntakerfinu og í rauninni að gera kannski ólíka hluti. Og við veitum alveg hvernig umræðan, hinn opinbera umræða skólamál er alltaf og þú veist, ég verð alltaf svo sorgmædd og svo, þú veist, þegar maður stígur þetta skref í vinnunni og nær þessari tengingu við nemendur að það fylgir því svo mikil starfsgleði. Það er svo ótrúlega, já, það græðir þetta sár sem að verður til þegar ég kveiki á einhverju þarna í útvarpinu. Má ég segja eitt þetta? Það má aðeins bátnæðilega að taka undir þetta sem þú ert að segja vegna þess að þetta tala held ég sterkt inn í sko einmitt umræðan kulnun í starfi sko að þetta snýst einmitt gleði líka og kennarinn finni fyrir því að sko sem manneskja hann sé vaksa sko og finni tilgang með eigin starfi og sé ekki lengur bara einhver svona einstefnu miðlari sko. Það er Indónesíu hugmyndin, inntak og en hvernig, að því að nú fyrir mér til dæmis og ég hef hugsað mikið farsæld þá ég ekki hugsað neitt sérlega mikið það hvernig það birtist í skólastarfi og ég hef lært heilmikið það í það. Hvernig þetta að koma þessum, þú spyrst sem að segja sko að upplifa von andspænis þessari samfélagsumræðu sem svo miklum sem við hvernig þetta að koma þessu betur út í samfélagi sem við erum að gera? Vantar ekki svolítið upp á það? Jú, sannarlega og ég bara, fyrsta orðið sem kom í huga minn núna þegar þú sagðir þetta var sko dyggð, hugrekki. Ég held að við þurfum líka bara að vera sko við kennarar og við sem störfum innan skólakerfisins að vera hugrakkari við að lyfta svona hlutum og vera ekki alltaf í þessari varnarstöðu og hálfgerðu hins ósóma tali þegar kemur að skólanum. Að bara virkilega standa stolt í þessu. Það er kannski aðeins bæta veit líka. Ávarpa það. Já. Já, ég held einmitt að ég tek undir þetta. Við þurfum öll að hafa hugrekki og við þurfum líka að vinna saman þvert á kerfin og við í fræðarsamfélaginu að okkar fyrir líka svolítið að vinna með skólasamfélaginu að lyfta upp því og gera sýnilega það sem er verið að vinna að og það sem er í gangi. Og með samvinnuverkefnum og þróunarverkefnum og allskeins, þú veist, en það er ótrúlega erfitt einhvern veginn að ná í gegn. Það er rosalega mikið suð í samfélaginu, alltaf allir skoðunar í menntamálum, allir hafa reynslu af því að vera nemendur, vera í skólinu og annað og við erum öll svolítið þannig, við erum alltaf með speilin og við erum alltaf við viljum hafa það sem við þekkjum, en
ég bara vil svolítið líka segja við ekki til að bara ræða það hvað skóli og hvernig skóla og mér var svo frábært þegar við fengum Gert Bjesta sem svona krítisku mennta heimspekingur í fyrra kom hann og talaði innan háskólans og hann segi hvernig samfélög þurfa skólanir okkar ekki bara til hversu skóli til þess að þjóna þörfum samfélagsins heldur hvernig bara samfélagi var búið til að hlúa skólanum okkar og hlúa bara námi og velferð og þroska nemenda en mér gleymdi að segja, mér langar að segja frá því að ég ásamt fleirum að vinna að rannsókn á innleiðingu farsældarlaganna sem að gefa okkur mjög áhugaverðar svona fyrstu niðurstöður og það Oddný Sturludóttir sem að vinna því í sinni doktorsrannsókn og við erum nokkuð með henni. Þar erum við einmitt að sjá alveg rosalega spennandi hluti gerast í samvinnu kennara, náms- og starfsráðgjafa, frístundastarfsfólks og fólksins félagsráðgjafa og fleira sem að vinna saman og læra saman og skilja saman, einmitt bara hvað farsælt, hvað skiptir máli fyrir þetta fall í þessum aðstæðum. Það ótrúlega spennandi. Ég vildi bara komast skila með þessa rannsókn og fleiri. Það svo mikilvægt að vinna saman að svona, en þetta ekkert í hendi, þetta bara risaverkefni sem að tekur tíma. Það verður bara að stofna TikTok eða Instagram og koma þessu áfram það sér enginn. Nei, nákvæmlega. Það kom ekki í fréttunum. Eitt sem ég hugsaði í þessu er að stundum vex áhugi á svona þroska fólks og manngerðum karakter þegar eitthvað fer úrskeiðis. Það gerir eitthvað ræðilegt og sýnir þessi slæman karakter eins og við segjum. En þannig að við erum þá líka, þess tilgangurinn þarna þannig ákveðin vörn, reyna að fyrirbyggja svona með því að styrkja karakter ungmenna og fullorðinna sem ennþá tilbúinir að líta inn á við. En svo það líka bara sóknin, að svolítið að þroska og siðfáa og stefna bara að auknum gæðum, saman hvað við erum stödd. Má ég bæta hennu, bara takk fyrir, það var bara hrábært, ég ætla að þú ekki þekki einhverjum það. Já, þú þekki mig. Já, Bryndís! Já, flott, ég heiti Kristín og ég útskrifast 95 úr Kennó. Og mér langaði bara að bæta við þetta því að það var enginn með leikskóla þetta. Mér finnst bara frábært að heyra ykkur tala úr FMOS, ég náttúrulega Músó. Bara hvað var svo mikið það er bara frábært. Og mér langaði svo að segja við erum svo gagnrýnin á það sem aðrir að gera og ég er búin að fara í rosalega marga leikskóla. Og ég elska við hjallastefnuna og því við erum að tala um kennarar og við erum svona fyrirmyndir. Og til dæmis strax í leikskóla, eins og hjallastefnuna, það eru bara með handrit, hvernig á að tala við börn. Kæra vinkona, kæri vinur og allt þetta. Og mér finnst oft svo mikið að gagnrýna, nei, má ekki segja fólki hvernig að gera þetta. Það er bara fullt af fólki þarna sem kann ekki að gera þetta. Og þetta mikla fyrirmyndir. Ef að barn heyrir, kæra vinkona, kæri vinur og svo allt hitt, og að þið tala hugrekki, þið náttúrulega með. Og ég held bara, hvernig við innleiðum, ég held við erum bara með mjög mikið af handritum sem að við gætum farið eftir líka. Þannig að ég held að þetta sé svolítið þarna, en svona bara við svolítið ómikið að gagnrýna hvort annað, í staðinn fyrir að vera bara einlæg hvað við viljum gera. Takk fyrir, mest frábært. Takk hérlega. Einhver viðbrögð við þessu? Já, ég held þetta með þessu framhaldi bara pælingin hvað kurteisi, Akkurat. Þið voru með því, og hvað felst í kurteisi og svo framvegis. Þannig að þetta svona svolítið sem að var svolítið ríkari menning okkar, ákveðin svona handrit í gangi með að við vorum svona einsleitari. En við þurfum kannski svolítið að líka að horfa tilbaka hvað kenndu formaður og forfeður okkar svona og passa að glata ekki öllum þeim hlutum, Þannig að það er bara ýmislegt sem þetta Það sé eitt annað, mér langar svo að spyrja Kolbrún. Að því að ég fór að hugsa, þegar ég útskrifast 95, við fórum strax í foreldraviðtal. Ég hafði aldrei tekið verklegt foreldraviðtal í náminu. Og það endaði með því ég kom heim eftir fyrsta daginn, þá var foreldri hringdi í mig og sagði bara, þú gerir þetta ekki svona.
og kendi mér bara hvernig ég ætti að halda foreldraviðtal. Og ég hugsaði bara með mér, sko, núna meira bara virkilega verklegt? Hvernig tala ég raunverulega við nemendur? Hvernig tala ég við foreldra? Verklegt þá, ekki bara... Sko, ég held að það sé megi alveg örugglega að efla þann þá. Ég heyri bæði ákallum utanfrá og innanfrá. Kennaranám, þú ert vantilega að vísa í kennaramenntunina, sem náttúrulega 5 ára nám, en fyrir nokkrum árum innleiddum við launað starfsnám á 5. ári, þannig að flest eru nú reyndar farin að kenna bara 3. og 4. ári. Og vettvangsnám auðvitað rauður þráður. Ég get ekki svara þess, ég veit ekki hvers margir tímar nákvæmlega að fara í foreldrasamstarfið eða þetta sérstaka, en þetta bara, það svolítið ákall þetta, að kennarinn að fái meiri þjálfun í bara hagnýtum viðfangsefni, svo skipur ekki flóðbyrðsamskap. Það auðvitað bara mjög mismunandi, bara mikilvægt að koma í líka að kennarannám mjög fjölbreytt. Sumir fara í 1 ár sem með meistarapróf, sumir fara í 2 ár meistarnám og svona helmingur fer í 5 ára nám. Þannig það mjög svona mismunandi hvað leið fólk fer. En það gríðarlega, og ég bara tek undir það að ég vil nefna það, sko, ég hefði gjarnan viljað sjá miklu meiri áherslu á svona siðferði og fagmennsku og svona siðferðilega álitamál og svona þetta hlutverk kennaranna einmitt að vinna með svona dygðir og mannkosti og samskipti og tengsl og sjálfsmynd og annað. Mér svo sérstaklega sniðugt hvernig það var gert hjá ykkur í Mosó, ég má nota það, Mosó, að hvernig þetta samþætt, þetta ensku, íslensku félagsgreinar, og það ekki verið að taka siðfræðin eins og eitthvað, sko, eins og stundum sagt í einhvers konar sóttkví, hún bara utan við. Þetta samhæft við það sem við erum að gera í öðrum grein. Það finnst mér svo sterkt og bókmyndirnar náttúrulega alveg upplaðar. Já, gerð vel. Ég bara sitt hérna og hugsa bara hvar fílan, hvar fílan, hvar fílan. Sko, allt sem við erum að tala af hverju ekki verið að kenna heimspekileg forspjallsvísindi í öllum greinum og við erum í samfélagi sem bara að mörgu leyti bara mjög sorglegt og ungmenni og fullorðnir gjörsamlega búnir á því og engin einhvern veginn grundvöllur fyrir samtal. Þannig að það kemur mér pínlítið óvart að sitja hérna, ég hélt ég væri að koma að heyra, sko, já, svo erum við að fara að gera þetta verður út allt og þetta geggjað, að þá einhvern veginn talað sko, mótbyr og einyrkja og eitthvað. Þannig að já, ég má ekki byrja bara hér í Háskóla Íslands með sko, heimspekileg forspjallsvísindi aftur í allnám. Þetta var bara helling. Ég þarf persónulega að fara, en það skiptir einhver máli. Takk fyrir Vilhjálmur. Enda þessum heimspekilega forspjall. Já. Ég þarf að undirbúa það. Og ég bara þakka kærlega fyrir þáttöku hér og gestum fyrir komuna og fyrir vel heppnað málþing. Við vitum á þetta sem undirbyggum þetta eru svona bara smárétta veisla, þannig að við náttúrulega fórum ekki mikið á þingtíma í svona 15 minna erindum. En mikilvægi þess var þá að koma að við fengjum svona fjölda aðilum sem eru með þetta hugðarefni og starfi til að hefja svona vonandi þá þessa vegferð sem að þú vísar til að þetta verði víðtækara. Þannig að ég vil þá bara í lokin, já þakka kærlega og fundinu og ég vil bjóða þeim sem allir hér, bæði Bjartam og Hunnarhundur, sem vilja koma inn í þennan samstarfshóp að koma hér í 5 mínútna umræður hérna í hring í lokin svona til að bara ræða rétt svona hvar við myndum taka næstu skref, kannski hvar við myndum hittast og bara svona örlítinn framhaldsfund. En annars þá bara takk fyrir kærlega.